Já, velkomin að Rauðaborðinu. Í kvöld ætlum við að fjalla 3 mál. Hér aftast í þættinum að þá höldum við áfram umfjöllunum aldraða sem náttúrulega fjölbreytilegur hópur. Nú ætlum við að horfa til þeirra sem elstir og kannski veikastir. María Pétursdóttir ætlar að tala við Önnu Björgu Jónsdóttur, öldrunarlæknir, stöðu þessa hóps, þjónustuna sem að fær. Verkföll og verkalýðsbarátta núna orðin mikil lögfræði og til þess að greiða úr svona ýmsu sem haldiði fram í umræðinni fáum við hingað Gísla Tryggvason, lögmann, til þess að ræða úrskurð Landsréttar og túlkanir á honum og kannski líka svona spá lögmæti miðlunartillögunnar og önnur lögfræðileg atriði sem að koma upp í kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Það eru hafnar viðræður milli Kvikubanka og Íslandsbanka sameiningu sem að verður einhvers konar útgáfa af einkavæðingu. Hérna eftir hrun, eins og þið munið, að þá í hruninu þá hrundu bankarnir og eftir hrun var mikil umræða það hvernig ætti að lagfæra fjármálakerfið svo að þjónaði betur samfélaginu og heimilum og fyrirtækjum. En svo umræða svona fjaraði út, en kannski tilefni til þess að endurvekja hana. Og ég ætla að fá einn af þáttakondunum í þeirri umræðu, Marinó G. Njálsson, til þess að koma hérna og ræða aðeins við mig þessa mögulegu sameiningu Kvikubanka og Íslandsbanka. Hérna þeir eru búin að fara yfir fréttir dagsins, en María er með fréttir dagsins, hvað er í fréttum? Já, það er nú eiginlega bara Efling og Efling. Það er náttúrulega núna 50 daginn hefst atkvæðagreiðsla hjá Eflingu víðtakari verkföll. Já, það er restin á hótelunum, það eru ræstingafyrirtækin og það eru öryggis. Já, starfsmenn á veitinga- og gistihúsum. Þannig að þetta er alveg, mun hafa ennþá meiri áhrif að ferðaþjónustuna. Sem að verður líklega lömuð áður en til þess að kemur. Þetta verkfall myndi byrja 28. febrúar ef það er samþykkt. En nú er verið að tala að leiðarkerfi Icelandair verði lamað eftir viku eða 10 daga. Já. Þannig að hingað kemur enginn. Hingað kemur enginn. Nema eitthvað gerist. Já. Nú búið að ráða nýjan ríkisáttasemjara. Já, Ástráður Haraldsson. Já, og hann er búin að búið deiluaðila á fund fyrramálið held ég. Sólveig Anna lýsti yfir ánægju með Ástráð. Einmitt. Hún gerði það hérna við Rauðaborðið þegar við vorum að ræða reynslu hana af ýmsum ríkisáttasemjurum. Já. Ástráður var, ég veit ekki hvað það skipaður eða settur eða hvað þetta er kallað, það sem er skotið inn í svona tiltekna deilu. Já. Bæði í deilu Eflingar við Reykjavíkurborg og svo mjög langvarandi deilu við Reykjavíkurborg var mikið af verkföllum og mikið deilt í samfélaginu. Og svo mjög langvarandi deilu við sveitafélagin hérna í kring sem voru verkfalli, ég veit ekki hvort maður þetta, svo kom COVID og það verið frestað og svo hætti COVID og þá bara byrjuðu verkfallin aftur. Þannig þetta var hérna löng og ströng kjarabaráttu og Sólveig talaði vel Ástráð, sagði hann hefði sett sig inn í öll mál. Já. Kannski var hún að gagnrýna Aðalstein sem hún sagði aldrei hafa sett sig inn í kröfur Eflingar nákvæmlega, einmitt, og ekki hlusta neitt. Nei, einmitt. En það eru margir að tjá sig en hérna dóm, úrskurð Landsréttar. Meðal annars var Lára Vaff Júlíusdóttir sem að ætíð birtist og gagnrýnir Eflingu. Hún var lögmaður starfsfólks á skrifstofunni sem fór, ég man ekki hvað þau fór í málið, það voru alltaf að hóta þau fyrir mál. Lára var mjög reglulega í fréttum að lýsa því yfir að... Þau fóru í mál, sko. Já, hún var þar, en hún var reyndar saksóknari líka í nýminningsmálinu og lagði til að ákærði Sólveig Önnu fyrir lagabrót sem var lágmarksrefsing 1 ár í fangelsi og hámarksrefsing ævilangt. Einmitt. Hún er svolítið svona eins og, sko maður sér hana svolítið svona eins og draugin hana Sólveigar Önnu, hún er svona einhvern veginn, kemur alltaf upp til þess að reyna að klekkja á henni. Við höfum rætt Láru hérna áður og ég væri ekki að minnast á hana nema það að hún er gift bróður Ástrós
Já. Já, Ísland svo lítið, sko. Já, hérna hér. Já. Ástráður var á stofu með henni Bergljótu sem var með dóminn í hérastómi sem að Landsréttur sneri. Já. Og þau voru saman, Bergljót, Aðalsteinn og Ástráður, öll í svona setti sáttasemjara. Já. Þetta nú bara svona... Litla klíku samfélagið í Ísland. Og það hefur komin í lögfræðina, þá náttúrulega þetta meira og minna fólk úr sama skólanum. Já, fólk að þekkjast allir. Já. En eitt sem að, út af þessum að því að, það er nú túlkað þannig að dómur eða úrskurður Landsréttar hafi verið Eflingu vil. Já. Það var svona rétt að taka það fram að, sko, 2 dómarana voru meðal þeirra fjögura sem að Sigríður Andersen færði upp á listanum. Já. Og hafa valdið, miklu tjóni í samfélaginu. Já. En voru sem sagt, þá var verið að saka Sigríði Andersen að vera að hífa upp svona innvíðum og innmúruðum. Já. Og 3. dómarinn er nú óumdeilt innvíður og innmúraður sjálfstæðismaður. Hann er giftur enni sem var bæjarstjóri í Garðabæ og er núna með engaspítarann upp í Ármúla. Já, einmitt. Sem er rithöfundur. Já, ég veit hvað átt að tala um. Já. Nú bara allt í einu manni ekki hvað hann heitir. Nei, þetta er svona sameiginlegt minnisklöpp í gangi Einhver minnisklöpp. Þetta var þetta er ekki þannig að hann hafi setið sko vinstri Nei, þetta er ekki, þannig að það er ekki hægt að segja það, sko. Enda er þetta náttúrulega bara, sko, náttúrulega dómskerfi náttúrulega byggir alltaf bara á einhverjum svona, eða dómar ofta bara einhverjum svona rosalega strikt lagasetningum og þeir náttúrulega þekkja eins og þarna kom í ljós að það var enginn búin að benda á einhverja breytingar á lögum eða reglugerðum. Við vitum ekki, en líklega hefur þetta verið í, það er kannski að komast að því bara, hvort þetta hafi verið í, sko, í greinagerð frá Eflingu bent á þetta sem lögskýring og gögn. Það er náttúrulega möguleiki, sko. Það var nú mjög forvillilegt að vita það. En ég ætla að ræði þetta við hann Gísla Tryggva, lögfræðin í þessu. Já, eftir. Einmitt. Pólitískt þá fannst mér að koma í ljós í gær að Halldór Benjamín sem hafði fullvissað alla hér að það yrði ekkert úr þessu verkvöldum. Þessi deila yrði bara... Og þetta myndi ekki hafa áhrif. Eftir 2 vikur var þetta bara gleymt. Engin áhrif á neitt. Hann var í bara léttu sjokki í gær og viðtölun sem var mjög langt viðtölun á Stöð 2 í kvöldfréttunum. Það sem að, þú veist, svona liggur við hann að við bara verið að deilera, sko. Bara talað út og söður þetta. Og svo í dag... þá rís upp til dæmis eins og Bogi Nílsson á Icelandair og fleiri, það sem að allt í einu bara rennur fyrir mönnum alvarleiki þessa verkvalls. Já, einmitt. Eins og Eflingu bent á að þetta er mikilvægt fólk og þegar það leggur niður vinnu þá bara stoppa samfélagið. Já. Halldór Benjamín geti lagt niður vinnu í 3 ára og það myndi ekkert gerast. Það myndi engin pæli því. Nei, og saman með Boga Nílsen og allt þetta fólk sem er alltaf í kastljósi að tala hvað Efling er með asnalega verkefnisbaráttu og óraunhæfar kröfur og veit ekki hvað. Allt þetta fólk getur lagt niður vinnu, það myndi ekkert breytast. Það myndi ekki taka eftir því. Nei. En þegar að Eflingafólk leggur niður vinnu, þá lamast samfélag. Já. Og hvað þýðir þetta? Já. Þetta er náttúrulega bara fólki sem er ómissandi. Þetta er bara það sem þau hafa haldið á borðum sem segja mitt bara við erum þau sem vinnum vinnuna, við erum ómissandi. Já, og núna, það er bara alveg hárrétt. Já, og þau reiknuðu einhvern veginn með að bara dómstólarnir myndu bjarga sér. Fyrst reiknuðu með ríkissáttasemjari myndi bara bjarga sér sem hann gekkst einhvern veginn inn í, sko. Já. Hann gekkst nefnilega inn í það. Já, tekur tillögur eða kröfur þeirra og gerir þær að sína milljónatillögum. Þá treystuðu að dómstólunum myndu hjálpa sér. Já, það gerst ekki. Og nú er hann bara farinn. Og nú viljaðu þau bara ríkisstjórnin setja lög á þetta. Já, þannig það er bara, það var nú viðtal við þarna formann ferðaþjónustu fyrirtækja í Kastljósi. Jú, einmitt. Og hún bara, nei, bara við ætlum ekki að hækka launin. Já. Við erum með hærri launin í Rúmeníu eða þú veist þetta sem segja. Hún sko Bjarnheiður Hallsdóttir formaður samtaka ferðaþjónustunar, hún fór með mjög hörðum orðum verkfallseflingar í skoðanagrein á Vísi. Já. Það sem að hún bara líki verkfallunum við náttúruhamfarir og stríðsrekstur og farsóttir og hryðjuverk og guðum og vita hvað. Já.
og henni finnst einhvern veginn greinlega og í þessu Kastljósviðtali henni finnst bara sjálfsagt að láglauna fólkið eða lægstlaunasta fólkið í ferðarþjónustunni að þetta eigi bara að vera fólki sem að tekur á sig byrðarnar í samfélaginu. Lægi samkeppnisstöðu fyrirtækjana. Já, lægi samkeppnisstöðu fyrirtækjana. Bæta samkeppnisstöðuna en við lækkum bara launin. Já, og það er óskiljanlegt sko, hvernig maður bara hlustar á hann að tala og maður hugsa bara hvaðan kemur þessi kona? Úr hvaða veruleika kemur hún? Hvernig getur hún sko ætlast til þess að láglauna fólk taki á sig allar þessar byrðar, ég menna þetta er bara einhvern veginn næstuði hlægilegt sko. Það hefur komið ljós í þessari deilu að það er stór hluti fyrirtækjaeigenda og engin fyrirtækjaeigandi sem andmæli því sko. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað álitamáli þeim sem telur sig hafa fullt aðgengi að vinnu annars fólks fyrir laun sem að duga ekki fyrir framfærslu. Og ef að það fólk krefst þess og fer lögmæta leiðir í að reka sína kjarabárat og vill fá hærri laun, að þá er ríkið að koma, dómstólarnir, sáttasemjari eða bara ríkisstjórnin og stoppa þetta. Stoppa þetta helvitsrugl. Þannig að við höfum frjálsan aðgengi að vinna þessa fólks fyrir þá peninga sem við vinum borga. Sem okkur sýnist, já, það er nefnilega máli. Mér sýnist að sömuleyti er þetta bara talið vera bara normal afstæða. Já, það bara tala við þetta fólk er svo fínt fólk. Já, og þetta kemur líka fram í því bara hvernig bara ef við tökum bara Halldór Benjamín núna að það er einhver svona PR-herferð í gangi með hans persónu líka. Hefur þið tekið eftir því? Í gærkvöldi svona á leiðinni við að fara að sofa þá horfði ég á Ísland í dag. Já. Það sem hann Sindrason. Já, var með innlit. Kom með heimsóttanir í morgunkaffi. Það var með öll börnin sín. Gera næsla mannlegan og eitthvað svona. Það var að selja okkur hann er líka Benjamin sem svona eitthvað svona vin okkar. Já, hann er líka í hann er Smartlandirinu núna. Þau eru hrifin af hálfglæðunars. Já, og svo er hann svo er vitnað í einhverja gamalt viðtal við hann í DFF held ég frá því hann er 16 ára þar sem hann segist alltaf að vera milljónumæringur þegar hann verið stór. En þetta er svona svolítið svona eins og Bjarnheiður Hallsdóttir sko talar líka, ég meina hvað er að því að græða og hvað er að því að greiða sér smá arð og hvað sko það er svona eins og sé verið að banna fólki að hafa gott, það er svona orðræðan. Veit ekki, það var könnun af því að þú ert að tala um svona PR. Já. Þá er eins og Samtök atvinnulífsins og margir telji að þessi kjaradeila verði leyst í einhverju svona vinsældakostningu meðal almennings. Já, einmitt. En það er náttúrulega, hún verður leyst með því að Eflingafélagið sýni styrk sinn í verkvöllum og þannig að þau sjálfur sér þarf ekkert Efling á því að halda að fólkið í Kastljósi og Silfrinu líki eðsla vel við þau. Líki vel við þau. Nei, nákvæmlega, það þurfa ekkert á því að halda. En SA sækir þetta mjög þannig og það var gerð könnun sem bendir svolítið til þess hvernig er verið að meta hvað þessi deili er. Það var spurt, þú veist, finnst þér forysta Eflingar hafi staðið sér vel, forysta SA eða ríkissáttasemjari. Já. Og það kemur í ljós að það eru fleiri reyndar sem að segja að Eflingafólk hafi staðið sér vel, það munar hanskotar ekki neinu, það er 21 og móti 19%, en mun fleiri sem að telja að það hafi staðið sér illa. Þannig að meiri andróður gegn Eflingu, sem er ekkert sérstakt, vegna þess að það er gríðarleg svona porofóbía, fordómar gagnvart fátæku fólki og bergalausu. Það eru fordómar gagnvart innflytjendum, það eru fordómar gagnvart konum sem að sömuleyti birtist í þessum við erum að tala um hvernig er fjallað þetta í umræðu þáttum og í fréttum. Algjörlega. Þannig að þetta er ekkert sérstakt. En mér finnst það bara svona hugarfarið að gera svona almenna könnun eins og þetta sé eitthvað ædol meðal almennings. Það er líka bara, mér finnst svolítið stóra alvarlegt í rauninu hvernig til dæmis eins og fréttirnar og RÚV hafa tekið umræðuna. Þegar sko Jóhanna Vigdís byrjar fréttatíman á því að tala um að nú eru uppi fordæmalausar aðgerðir vegna verkfalla Eflingar sem er bara rangt, skilur. Allir sem að fættist ekki í gær vita að þetta er rangt.
En hún náttúrulega bara að dreifa, þannig hún bara í boði ríkisins, í boði okkar að dreifa áróðri. Mér finnst það bara stór alvarlegt. Verkvöldin séu sko svona stórkostlegt frávik. Já, stórkostlegt frávik. Sem ekki rétt. Ísland var byggt upp á verkvöldum. Allt sem eitthvað svirði í samfélaginu var byggt upp á verkvöldum. Það eru verkvöld í Bretlandi, næstu upp á hvern einasta dag. Það eru verkvöld í Frakklandi. Það eru verkvöld út allan heim. Þetta bara tæki sem að henni valdalösu hafa, þeir sem hafa ekkert að selja nema vinnu sína, sem hafa til þess að berjast fyrir því að eiga fyrir mat. Nákvæmlega. Og samfélag sem að hafna því en náttúrulega á einhverju hraðleið út bara mennsku. Það er bara eitthvað rosalega mikið að. Það er svolítið eins og þú segir, sko. Þetta er svona tónninn, mér hefur komist óvart sko tónninn á RÚV. Já. Morgunblaðið hefur náttúrulega alveg bara klætt sig úr öllum dularklæðum. Maður er ekkit hissa yfir mokkanum, sko. Það er bara eins og það er. Og í öllum málum eins og í fiskeldiskíslunni, allt í verður það eitthvað stort mál að skíslan er nú ekki svo slæm. Ríkisendurskoðandi eigi eitthvað partí, eitthvað jörð og hafi verið í veiðifélagi sem er að deila út eitthvað 36 lögsum. Og það er bara verði ekki hægt að meta skísluna hlutlausa eftir það. Þannig að minnst morgin vera, og það er náttúrulega þegar það er svona hasar eins og er í deilu Eflingar og SA, sem að reyndar á ríkisútvarpinu heitir oft bara deila Eflingar, eins og Efling sé bara að deila við samfélagið og Guð almáttugan. Já, það er bara dálítið þannig. Já, það er ekki, að þá verður svona oft meiri hitt í öllu. Já. En ég held að Samtök atvinnulífsins hafa gert einhverja sko stórkostlega feil. Og ég held að hljóti að vera hittna undan Halldóri Benjamín. Já. Ég held að Bogi Nílsson hljóti sig að ringja bara í formann Samtaka atvinnulífsins og spurja, þú veist, í hverju erum við lent? Já. Við var fullvissað að þetta væri allt undir kontról. Já. Hann kemur hérna fram í bæði, sko, hann er svo greiðan aðgangur fjölmiðlum, hann kemur í, sko, kvöldfréttum og tíufréttum og morgunfréttum. Hann er í Ísland í dag og allt saman og segir okkur að það sé ekkert að óttast. Þetta verði aldrei nein verkvöld sem að neinu kveði. En núna erum við að fara að horfa upp á það. Við töpuðum 1 milljarði á einum degi þegar það var ófært í Keflavíkur, segir Bogi. Já. Og núna erum við að horfa fram á að við munum tapa 1 milljarði á dag í ótímabundnu verkvalli Eflingar sem að þú segist ekki að semja við. Hefur ekki lagt fram neinar tillögur í öllum umræðunum. Samtök atvinnulífsins hafa ekki lagt neitt fram. Nei, ekki neitt, ekki nátt skapaðan hlut. Efling hefur lagt fram 3 mismunandi tilboð. En þú ert búin að skoða svolítið hvað kostar að leysa verkfallið? Já, tekið bara, ef ég tek dagvinnuna, hvað kostar það er munurinn á samningi starfsgreinasambandsins og Eflingar eru 24.750 að meðaltali á hvert taksta og aldurspill og það sem við segjum bara að Eflingafélag dreifir svona cirka eins og launatablan að þá muni þetta kosta tæplega 7,5 milljarð á ári að láta 21.000 starfsmenn fá þessa launahækkun. En þetta er kostnaður fyrirtækjana, þannig að á móti þá lækkar tekjuskattsstofninn, þannig að heildarútgjöld fyrirtækjana eru tæplega 6 milljarðar. Og ef maður setur eitthvað samhengi, þá náttúrulega, það finna alls konar samhengi. Ríkisstjórnin keypti 9 milljarða hús fyrir utanríkisráðuneytið daginn. Já, einmitt. Munaði ekkert um það? Munaði ekkert um það. Við gerðum það bara held ég yfir snúð, eitt morguninn. Nákvæmlega. Munaði ekkert um það. En hann kom hann Viljólmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, sem hefur verið gerða úttekt á svona hagnaði fyrirtækja og hlera. Og samkvæmt þeirra úttekta þá var það sem er kallað EBITDA hagnaður, það sem hagnaður fyrir afskriftir, vexti, skatta, eða fjármagnskostnaða skatta og arðgreiðslur voru tæplega 1.000 milljarðar í fyrra. Þannig að þetta eru 0,5% af EBITDA hagnaði fyrirtækja sem er að svara þessu. Og munurinn, og þú sér það nú bara þegar ég nefni upp 24.750, þetta er ekki meira. Og inn í því er 15.000 króna framfærslu uppbótin. Þannig að fólki sjálft, og við höfum sýnt fram á það í samstöðunni, að þó svo að veri farið eftir
kröfum þess, þá er þetta að sína fram á að þessi laun dugi ekki fyrir framfærslu. Nei, þau gera þannig ekki. Þannig þetta eru fáránlega hófstilta kröfur. Já. En menn eru til í að frekar þetta náttúrulega fyrirtækin borga auka launakostnað fyrir 21.000 starfsmenn upp á 6 milljarða, þá eru menn til í að loka Íslandi. En það er svo óskiljanlegt líka sko að fjölmiðlar eru til dæmis ekki að ég hef ekki séð neitt fjölmiðil vera að skoða eitthvað launakröfurnar. Nei, aldrei gert það. Við höfum talað það hér sko. Já. Aldrei skoðað sko hverjur kjör fólksins. Nei, ekki hverjur kjörin og ekki heldur kjör fyrirtækina sko. Nei, hvorugt sko. Það er eins og það skiptir bara einhver máli. Nei. Bara það að Efling undir forystu Sólveigar Önnu ætli í verkfall. Það er bara helvitis frekja og yfirgangur og það er bara verið að skemma eðlilegt líf fyrir fólki. Halldór Benjamin er bara hættur að geta greitt sér, hann er svo stressaður. Já, svo stressaður þessu. Þetta er bara sett upp eitthvað svo furðulegt leikrit. Ég veit það. Og svo bara, já, einmitt, ertu búin að taka bensín? Nei. Nú eru allir að hamstra, mæta á bensínstöðarnar með alls konar ílát og... Það var náttúrulega bannað sko að afgreiða. Það var ekkert, það er ekki svo langt. Það hljóta að vera einhverju. Það er ekki svo langt síðan það sem að var einmitt verið að finna þessu að menn kæmi með gamla dunka einhverja, og svo voru allir bílskúrar fullir af bensíni sko. Já, þannig að það er sko það kveikni ekki í sko. En það eru undanþágur í gangi núna að því þetta mun náttúrulega hafa áhrif á einmitt strætó og annað. Já, mér heyrðist nú á þessum formanni stjórnar strætó og hann var svona eins og á því að þeir fengi undanþá, ég veit ekki hann er fyrir sér í því. Nei. Heldur að eflingafólk veiti strætó undanþágu til þess að eflingafólk komist í vinnuna? Ég var einmitt að hugsa að nú þarf kannski eflingafólki ekki að mæti vinnuna að það er í verkfalli. En það er núna held ég að sé þannig ástandin í eflingu, af því að þau eru með undanþágu nefnd. Og það er einhver svona sérstakar reglur eins og þetta var á sjúkrahúsunum og þá eru bara listi yfir þá sem að eiga vera. Þannig að svona, núna er bara hvert erindi tekið fyrir. Já. Ég held að allir og ammaður að séu að sækja undan þá. Ég held það líka. Mér finnst það mjög líklegt. Já, þannig að ég veit ekki hvort að það var einn sem er að byggja upp laxeldi upp á landi í Ölfus. Já. Hann var að tala um að hann þyrfti að fá undanþágu vegna þess að til þess að verði flutt upp súrefni. Já, súrefni. Til þess að halda fiskunum á lífi. Já. En ég held að það er ekki, bensín er ekki búið sko, hann getur bara keypt sér bara eitthvað lager af súrefni sem að duga í 2 mánuði. Það er bara... Já. Þannig ég held að einhver litur er náttúrulega menna í ástandi sko. En svo er það kannski líka partur af þessu að fólk hefur einhvern veginn trú að sko Halldór Benjamin að þetta er nú ekki neitt. Og svo er allt í hún að renna upp fyrir fólki að þetta er bara, og það er panik í gangi og fólk er ekkit búið að undirbúa sig. Nei. Það er enginn búin að gera ráð fyrir þessu. Já. Þannig að það er panik í gangi. Já. Og líka núna ég held að sko oljuflutningarnir eiga eftir að hraðar áhrif. Já. En það þegar er lokuð öll hótel, eða þú veist, ég veit ekki hvað þessi keðjur eru, alltaf ekki með 70% af gistirými í Reykjavík. Það hefur bara rosalega áhrif á ferðarþjónustuna og þetta er ótímabundið verkfall. Ég held að það hafi verið síðast að þá hafi verið tímabundið verkfall, þannig að það var sett verkfall sem hafi verið í viku eða eitthvað svona skæruverkfall. Þá getur bara bókað, ég get ekki bókað þennan tíma en svo byrjaði að bóka þennan. En þegar það er ótímabundið, að þá er náttúrulega skiljanlegt að fólk klóri sér í hausnum sko. Hvað á ég að gera? Á ég að biðja mannin að fresta viku, verið þá búið ekki getið treyst því sem Halldór Benjamin segir. Nei, nákvæmlega. Nei, þetta verður, en hvernig heldur að fari nú heyri maður að Halldór Benjamin og félagar eru svolítið að keyra á það að Efling sé að eyðileggja samfélagið og er að reyna að skapa svona úlfúð gagnvart Eflingu sem að getur verið taktík, að drægi kjarkin úr Eflingu, ég held að myndi ekki virka sko, ég held að sé nógu stór hópur sem að styður Eflingu að þau hafi svona skjól þar. Og þannig að því meiri átök sem þú býrð til í kringu það, þá farðilega bara meiri hörka mótið þér. Nema þau séu að reyna að undirbúa það að stjórnvöld setja lög. Já, þau eru náttúrulega að reyna það. Það er alveg augljóst. En það er mjög tæft, sko, að það sé gert. Já, ég held það líka. Ég held að það er... Það setja 3 vikur? Já, ég held að það myndi ekki gerast 1, 2 og 3, sko. Mér svona heyrist ekki á bara þeim ráðherrum sem hafa tjáð sig um þetta.
Mér fannst þér reyndar að því að við vorum að tala Kastljós. Við talið við hann Guðbrand Inga. Já. Það sem hann spurður og hann spurður. Býtu ef þetta svona að miðlunartilan lögmætt sem að landsréttur svarar ekki til en það ekki hægt að hafa atkvæðagreiðsluna vegna þess að Efling neitar að koma með hana. Þarf þá ekki að breyta lögum. Já. Og þá segir hann strax já. Já, þá segir hann, jú, við þurfum að fara að skoða lagasetninguna. Þetta bara... Sem óskiljanlegt. Nei, vegna þess að málið það að lögin eru svona vegna anstöðu Alþýðusambands Íslands 1978. Einmitt. Þannig að hann að fara bara sem, ég held að VG eiga rætur í sósíalískri baráttu. Maður hefði nú haldið það. Já. En hann eiginlega að boða það að úr því að ríkissaksóknari hafi ekki lögregluvald sem ASÍ hafnaði alltaf og sér bara ályktum stóru launþegasamtakana að þau vilji ekki. Að úr því að ríkissáttasemjari hefur ekki lögregluvald, þá eru bara að setja það í lögin. Já. Og þetta sem yfirlýsing frá ráðherra VG bara, ég held að hljóta að fara bara skjálti yfir VG fólki í verkefnisveikinni. Ég held að hljóta að vera líka. Já. Og ég held að, mér fannst þetta líka svolítið svona þetta lýsti líka þetta viðtal svolítið svona þessu paniki sem í gangi að hann í rauninni og hann virtist ekki vera búin að kynna sér heldur þegar Sólveig Anna og leita til hans upphaflega. Nei, hann kom sér undan. Og hann bara kom sér undan öllu. Eins og hann hefði ekki þekkingu á sinni eigin ábyrgð í málinu heldur. En núna náttúrulega bara búið að dómstóllinn búin að Þetta var svakalegt við. Já, þetta var svolítið ráðherrann að segja það. Úr því að við gátum ekki stoppað verkfall láglauna fólksins í Eflingu með þessum hætti, þá voru bara að breyta lögum. Já, mér segja Jón Gunnarsson var ekkit á því að það ætti stjórnvöld ætti að skipta sér eitthvað af þessu. Nei, kannski bara nógu vanur. Já. Það náttúrulega ég held að sé ekki fræðilegu möguleiki á ríkisstjórnin fyrir að setja lög á þetta verkfall að kannski ef fólk fyrir að svelta til 3 vikur Já. Það þarf það þarf að vera eitthvað raunveruleg vá. Það er ekki nóg að fólki sem vill ekki borga 6 milljarða í launahækkun sé að tapa 6 milljörðum og 12 milljörðum átuminn, það er ekki nóg. Nei, einmitt. Ef þú vilt ekki tapa þessu peningum, borga þá fólkinu bara laun. Nákvæmlega, einmitt. Einmitt. Erðu, bara kannski framhaldi það var skoðanakonunum fylgi flokkana VG heldur áfram að hríðfalla. Þetta er prósent sem að Fréttablaðið nota sitt. Ég er svolítið svona skoðanakonun nörd og hef svona skeptiskur. Á til að slá svona skringilega en stundum hafa þau reyndar, einhvern tíma var ég mjög skeptiskur á þau og þá náðu þau held ég fyrst að sína uppsláttinn á Framsóknarflokknum sem aðrar kannanir komu síðan með. Já. En það hefur sést fylgi VG tapast. Það hefur aldrei mannst lægra heldur en í síðustu Gallup-könnun. Þannig að þeir VG á bara verri stað en það hefur verið áður. Já. Nú var það 5,9%. Sem að samfylgji 5,7% í kosningunum hvað var það 2016 þá við það þurrkust út á þingi ég þekki ekki VG og ég spyr fólk og það segja allir við mig það sama, ég þekki ekki VG lengur það þekkir ekki lengur en ég veit, þú veist, kannski hefur þetta bara engin áhrif á flokkin kannski bara þeir sem eru eftir þarna inni eru bara hollvina samtök Katrínar Jakobsdóttur og bara láta ekkert á sig að fá og bara telja að það megi ekki sveigja braut því að þá kemur Katrín illa út úr því svona að þú bara sigla áfram og Katrín er komin í eitthvað svona gildru fyrir alltaf dýbra og dýbra inn í þetta öngstræti Sjálfstæðisflokksins og þau eru búin að gera það svona oft þau kyngdu hálendisþjóðgarðinum og þau kyngdu öllum kosningalofurðum sínum og þú ert komin svona langt að þá þarf eitthvað svo rosalega stórt tilefni til þess að allt innu stoppar og þannig að þetta er eins og, ég veit ekki þannig að froskin sem er soðinn þú veist það verður alltaf ólíklegra froskin sem er soðinn það verður alltaf ólíklegra að þú finnir tilefni til þess að hoppa upp úr en ég er ekkert viss að jáfnvel þessi staða sem að í öllum venjulegum flokkum ætti bara að vera bara bú bara red alert Já. Ég held að þetta hefði bara engi sérstök áhrif heldur því þau hafa frá upphafi bara þau ákvaða að fara þessa leið
að vinna með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn og þau hafa bara, þar hefur við setið sko, þau hafa aldrei tekið sínar svona sjálfstæðu ákvarðanir í einhverja átt að einhverju vinstra. Nei, ég held að við ætla að sína fram á að Katrín Jakobsdóttir sé góður forsætisráðherra. Það getur vel að halda hérna svona samstöðina ríkisstjórnar. Svona verkstýra þessu. Já, einmitt. En þú veist, engar óþægilegar uppákomur í ríkisstjórninni, allt er leyst. Það sé bara allt í rólegheitum. Ég held að það sé svona forsætisráðherra tækni frekar heldur pólitík sko. Einmitt, ég held það líka. Ætlum við eitthvað meira? Nei, ég held að þetta sé komið í bili. Þá ætlum við að halda áfram að tala náttúrulega fréttir dagsins og þessa tíma sem við lifum. Það er hérna, við tölum meira lögfræðinni í verkalýðsbaráttunni hérna eftir en ætlum að byrja á því að tala sameiningu Kviku og Íslandsbanka með Marino G. Njálsson eftir augnablik. Eitt af svona stórmálunum samningaviðræður Kvikubanka og Íslandsbanka sem að bara Kvika sendi kurteislegt bréf til stjórnar Íslandsbanka og þar með bara fer í gang svolítið svona umrót og breytingar á íslensku fjármálamarkaði og svona einhver svona tegund af einkavæðingu þótt að ríkið eigi nú ekki nema 42,5% eftir af Íslandsbanka, þá var það samt þannig. Til að ræða þetta aðeins að þá er hingað komið Marino G. Njálsson. Þú hefur tekið þátt í fjármálaumræðinu, sérstaklega svona eftir hrun og eftir bankahrunið. Má ég bara byrja á því að spyrja þig svona hvernig slæri þetta þig að Kvika og Íslandsbanki séu mögulega að fara að samast? Hefur ekki bara að segja þessu svona déjà vu frá Kaupþingi og Búnaðarbanka Íslands. Já, það sé litla sjoppan sé að taka yfir sko gamla ríkisbankan. Já, litla sjoppan vill verða stór og það vill svo til að Kaupþing var ekkit ósvipuð sjoppa eins og Kvika er núna. Svona meira fjárfestingabanki heldur en viðskiptabanki þó að sé með viðskiptabankaleyfi sem Kaupþing var ekki með manni rétt. En þetta svona lítið aldrei sérkennilega út og sérstaklega eftir hvað maður hefur átt í skoðanaskiptum við fólk eins og á Facebook að þá höfðu hlutabréf í Kviku farið aldrei niður og hérna eins og öll bréf á síðast ári eða ekki? Já og hérna og það var eitt sem kommentaði inn hjá mér sem hafði keypt á 24 og hann var að vonast til þess að sko þetta myndi verða til þess að bréfin færi upp í 36 þannig að hann geti greitt á þessu. Þannig að það var strax komin þessi sjónarmið hvernig get ég greitt á þessu. En sko
Ég náttúrulega setti fram hugmyndir eftir hrunum það að við ættum nú að fara að brjóta upp þessa banka og reyna að búa til samfélagsbanka eða sparisjóði og fleira vegna þess að öll ákvarðan að taka í bankakerfinu væri komið svo langt frá viðskiptavinnum. Þetta var orðið svo miðlægt, þetta var orðið svo fjárfestingabankalegar ákvarðanir en vantaði alveg þessa rýmið fyrir venjulega fjölskyldur og smáfyrirtæki. Já, bara þennan gamla góða viðskiptabanka. Þetta var svolítið rætt eftir hrun, aðskilnaður fjárfestingabanka og viðskiptabanka, samfélagsbanki, hitt og þetta. En svo bara einhvern veginn bara fjaraði umræða niður og kemur þessi hvítbók uppstokkun á fjármálamarkaði. þar sem er eiginlega lagt til að ríkið selji. Hvað voru margir neytendur í hérna nefndinni sem... Það var almenningu var þetta spurður, meðal annars hvort það myndi vilja selja hlut ríkisins í Landsbankanum og Íslandsbanka og almenningu sagði nei. Það var held ég, alveg 70% sem sagði nei við því. Samt var það niðurstaða hvítbókarinnar að gera það. Já, ég meina, sko, ég hef svona verið, frá því að ég byrjaði þarna í Hagsmunasamtök heimilana, þá hef ég verið að horfa á alltaf sjónarhótt neytenda. Hvert er sjónarhótt almennings, lillamannsins, neytenda, hver er stað þeirra, hver er getið þeirra, er einhver að vernda þá, nú voru menna að gera grína að brekið sér Robin Hood og allt þetta sko, en það er bara ekki til í einhvern veginn íslensku elitumenningunni að þeir séu raun og veru að græða vegna þess að þeir hafa fólki vinnu. En halda allir að það séu sko þeir sjálfi sem eru að græða en ekki fólki sem eru að græða fyrir þá. Og þannig er þetta svona pílundið með fjármálakerfi eftir að Glass-Steagall var lagt af 1999 þá mátti allt í renna saman fjárfestingabankar og viðskiptabankar í Bandaríkjunum og hér á Íslandi sögðu já við ætlum að gera þetta líka. Og það tók 8 ár í Bandaríkjunum frá því Glass-Steagall var sett á. Það tók 8 ár á Íslandi frá því að menn fóru fóru í þessa engavæðingu og þessa allt. Og þá var allt farið á hausinn. Og núna í dag að þá finnst mér að svona aldrei vera hámark heimskunar að halda það að ef við getum gert það sama aftur, þá fáum við aðra niðurstöðu. Það er ekki þannig. Ef við gerum það sama aftur, ef við erum með sama reglumverki, ef við sko, byggjum ekki upp varnir, þá bara gerist þetta sama aftur. Núna er þetta síðast að það er að koma skýrsla erlendra sérfræðinga Seðlabankann. Og þeir segja að sameining fjármálaeftirlitsins við Seðlabankann hafi ekki heppnað sem þátt að gera. Ég tekka fram að ég varaði við þessari sameiningu og sagði að hún ætti ekki að eiga þessi stað. Vegna þess að ég er í upplýsingaöryggismálum og við greinum á milli þess sem framkvæmir og þess sem hefur eftirlit. Það er ekki sami aðilinn sem hefur eftirlitið og sér framkvæmdina. Við megum það ekki. En þetta var talið allt í lagi með Seðlabankann og nú erum við að sjá að það er ekki, erlendu sérfræðingarnir er ekki sammála. Og það er svo mikil hægt á því að núna ef við ætlum að fara að halda áfram á þessari braut, láta fjárfestingabankastarfsemina ráða, þá bara förum við í ástandið eins og að fyrir hrun, það sem við vorum með handónýtt fjármálaeftirlit, sem hafði ekki eftirlit með bönkunum, heldur bara í því að samþykja þessi bankarnir gerðu. Það hafði ekki eftirlit með regluverki Seðlabankans, heldur fór bara í það að samþykja hvað Seðlabankin hefði gert. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að fara aftur á þetta? Ætlum við að fara alveg sama hvað kemur, sko ég er ekki að segja að Seðlabanki sé að gera einhverja hlut af illum hug. En það verður einhver að hafa eftirlit með eftirlitinu. Það verður einhver að hafa eftirlit með framkvæmdinni. Það verður að vera einhver sem tekur reglugerðir og lög og gagnrýnir þau. Einhverju var breytt eftir hrun, það er þess herri eigin fjárkrafa á bönkunum. Var einhverja svona breytingar? Jú, en það má breyta henni bara með því að smetla fingri, sko. Og er reyndar mikil þrýstingur frá bönkunum að gera það? Já, til þess að geta greitt eigandu sínum þetta út, þetta umfram eigið fé sem arð?
Já, ég ekkert vissum að þetta eiginfjár hlutfall sé eitthvað sem sko skipti öllu máli. Því að bindiskyldan er alveg jafn mikilvæg. Það hefur komið regluverk, svo kallar Basel regluverk frá BIS eða Bank of International Settlements. Þessa reglur skipta miklu meira máli heldur en nokkuð tíma en einhver eiginfjárhlutfallstölur. En öryggi bankana eða þannig að þeir skaði okkur ekki, er það tildulega lítið meira núna heldur en var fyrir hrun? Ég held að það sé bara engu meira núna heldur en var fyrir hrun og ég held með að fjárfestingabanka hluti íslensku bankana er alltaf að stækka. Þannig að áhættan sem við sem viðskiptavinir bankana stöndum frammi fyrir alltaf að aukast. Og ég vil skilja það á milli vegna þess að það á ekki að vera sem sagt við erum að hafa það í huga að mjög mikið af þessari fjárfestingabankastarfsemi bankana eru þeir að gera viðskipti í beint eða óbeint í eiginni reikning. Jú, þeir eru með einhverja sjóði sem heitir einhverju nafnum, en þeir stýra sjóðunum. Þeir eiga eignarhluti í þessum sjóðum. Það var sagt, ef þú skoðar svona myndir það sem eru að fjalla bankahrunið, að þá var það þannig að menn veltu fyrst fyrir sér, miðlaðarnir, hvernig þeir gætu grætt sjálfur. Svo fóru þeir að velta fyrir sig hvernig þeir gætu grætt fyrir bankan sinn. Og svo eftir að þá fóru þeir að tína út bestu bréfin frá viðskiptavinunum. Og það var sagt að þetta hefði verið stundað hér á landi líka. Þannig að ef það er ekki aðskilnaður hann á milli, þá endar það á því að viðskiptabankahlutin hann þarf að hækka sína gjaldskrá til þess að standa undir áhættunni sem er þarna í gangi. Það er Þjóðverjar, mér finnst þeir hafa gert þetta vel. Þeir eru með þessa eiginlega þrískiptu bankastarfsemi. Þeir eru með sparisjóðuna, þessi litlu samfélagsbanka og sparisjóði. Sem við áttum einhver leiti en týndum. Já, og svo eru þeir með þessu stóru Deutsche Bank og svo leið sem eru fyrir stóru fyrirtækin og eru fyrir fagfjárfesta. Og svo eru þeir með þessa sem eru þannig á milli. Þessi landkassi og hvað þetta heitir. Og ég vil sjá slíkt verða veruleika hér aftur. Og þá er þetta að tala annars vegar að við séum svolítið venduð fyrir því að verða fyrir skaða af fjárfestingabanka hlutanum, en líka að almenningur fái betri þjónustu og svona úr nærsamfélaginu, svona gamaldags bankaþjónustu eins og var þegar útibússtjórinn þekkti samfélagið þar sem hann var að vinna með. Já, ég meina það er það sem er hugmyndin að almenningur fái betri þjónustu í nærsamfélaginu. Það sé ekki allt byggt á miðlægum ákvörðunum í Reykjavík og Kópavogi eftir hver höfuðstöðnir eru og að fólk ná að tala við sína þjónustu aðalega hvað það er. Jú, þetta mun ekki skila sama hagnaði, enda tel ég að þessar stofnanir eigi ekki að vera hagnaði drifnar. Þetta er svona veitustofnanir. Já, þær eigi ekki að vera hagnaði drifnar og það er fyrir utan það að ávöxtunarkrafa sem er sett á bankan í dag er í 2 tölum. Það er 12-14% sem menn vilja sjá og það getur engin viðskiptabanki staðið undir því. Viðskiptabanki á ekki að standa undir ávöxtunarkröfum nema upp á 2-3-4%. Og ekkert samfélag getur heldur staðið undir því til lengdar að fóðra bankakerfið með svona tölum. Nei, og við erum bara að sjá það í dag að allir þessi vextir sem er að fara út úr til fjármálakerfisins, út úr raunhagkerfinu, þessi peningur er ekki að renna aftur inn í raunhagkerfið. Vegna þess að leið að peningurinn er komin til bankana, þá fer hann ekkert út úr bankanum aftur í þeim skilningi. Menna þegar banki lánar,
þá var hann ekki að lána peningin sem hann fekk vaxtagreiðslunar í vaxtagreiðslunar, hann er að búa til pening leið og hann leggur peningin inn á reikning lántakans. En segðu mér að þið verum að tala þetta í tilefni af samruna Kviku og Íslandsbanka. Er einhver eðlismunur á þessum tveimur fyrirtækjum eða stofnunum? Já, það er náttúrulega svo gríðarlega eðlismunur að annar er raun að nær því að vera einhvers konar engabanki, það er að segja það sem kallast engabanki í þeim skilningi að þjónusta sérstaklega hvernig viðskiptavin það sem heitir private banking. Þjónusta eina ríku og auðugu. Já, heitir private banking á ensku. Þar eru gjaldskrár alveg frekar háar en það gera mann ráð fyrir þegar þeir fái helling fyrir peningin. Hitt er samblanda viðskiptabanka og fjárfestingabanka, það sem búið að vissulega skilja það af bókhaldslega, en það myndi nánast engin viðskiptavinur í Íslandsbanka, svona af einum almennu viðskiptavinur í Íslandsbanka, komast í viðskipti hjá Kviku. Það er ekki nógu auðugir. Þeir eru ekki nógu auðugir. En á hverju vil Kvika, ná tökum á Íslandsbanka? Hvað græða þeir á því? Ég meina það verður mjög gaman að sjá reikningana þegar þeir koma frá þeim. Þú heldur að þeir séu kannski að gera þetta út af vandræðum, að þeir standi að þetta sé svona aðferð til þess að halda áfram að vaksa en ekki að kannski að minnka eða eitthvað slags. Heldur að það sé kveikjan, það náttúrulega eru þarna inni í banka sem hafa lent í vandræðum, eins og Gamma er þarna inni eftir að hafa lent í stórkostluðu vandræðum. Já, ég meina þessi flotti sjóð hjá Gamma sem fóru 4,8 milljörðum niður í 45 milljónir. Eða hverja tölunar voru, þetta var svona hlutfallstölunar eru þessar. Ef þú horfir á eigendahóp og þú skrifar þetta sjálfur og horfir á eigendahópin, þá er þetta ekkit menn sem ætla að koma inn til að tapa peningum. Þeir ætla að koma inn til þess að verja sína hagsmuni og ná meiri ítökum. Það fer ekkert milli mála. Og minn vegna mega þeir gera það ef við skiptum þessu þannig upp að viðskiptabanka net Íslandsbanka verði ekki með í þessum díl, heldur bara fjárfestingabanka hlutin. Þannig að það er bara, og þá hefur við bara við bara ganga hreint til verks og skilja þarna á milli. Síðan voru mínar hugmyndir og ég held ég hafi fyrst sett þar fram 2012-13, það var það, og þá var verið að hugsa sameiningu Landsbanka og Íslandsbanka og þá voru mínar hugmyndir það að taka gera þetta sama, skilja milli fjárfestingabanka og viðskiptabanka, sameina fjárfestingabanka sviði Landsbanka og Íslandsbanka í eitt fjárfestingabanka sem væri seldur á markaði, taka hitt annað viðskiptabankanetið, útibúanetið og gera það, halda því óbreyttu og taka hitt og gera það sparisjóðum. Þannig var svona hugsunin hjá mér 2012-13 og þetta var náttúrulega sjálfsög ekki hægt vegna þess að það myndi einhver tapa því. En þetta er það sem við þurfum að gera. Þetta er algjörlega skjön við það sem að menn er að segja núna. Nú eru menn að segja að sameiningi sé góð. Hún leiði til hagræðingar, leiði til samlegar áhrif í þessu sem leiði til ódýrari þjónustu og samfélagið allt og almenningu græði á þessu. Ok. Hvenær manst þú eftir samruna tveggja stórra öflugra fyrirtækja með gráðuga eigendur sem hefur leitt til hagkvæmni fyrir viðskiptavinni? Manstu eftir? Nei, ég man ekki eftir því, en ég heyri það bara til dæmis Ragnar Árnason var að skrifa grein í Mogganum á laugardaginn og sem að Halldór Benjamin var að tjá sig núna í morgun, þar sem hann er að halda því fram að við ættum kannski ekki verið að horfa svona mikið á samkeppni, að samkeppni leiðir ekki alltaf til lægra verðs, heldur ættum við frekar að horfa á hagræðinguna sem felst í því að búa til stærri einingar, þannig að svona leiðandi menn hagramegin í umræðinni og úr fyrirtækja bransanum eru byrjar að tala raunverulega gegn samkeppni til þess að fóðra svona hugmyndur það að það sé eiginlega betra að leyfa stóru fyrirtæki bara að saminast því að það muni eitthvað dulafötan hátt leiða til þess að við fáum lægra verð. Þú veist það alveg ég vil og ég Gunnar Smári að þegar það er að tala fyrir ákveðnum málum þá
birtast ákveðnir aðilar í umræðinni og Ragnar Árnason einn af þeim mannu sem gerir það. Þess að ágætt að lesa, þá heyrir maður sko hvaða hugmyndir eru að vera að setja flott sko. Ég meina Hoover Institute í Bandaríkjunum, hún var stofnuð til þess að vita hvað óvinnurinn væri að hugsa og það svo sem gott að fá þessi skrif fram en að Ragnar Árnason sé að tala á móti í samkeppni, það svo sjálfur sér ekki nýtt. Hann hefur líka gert það í fiskveiðimálunum. Og hann hefur oft talað þess að hvað samþjöppunin einmitt góð þar og kannski hann bara að yfirfæra það yfir á þetta. En ég veit það ekki, ég hef ekki lesið þessa grein, ég ekki áskrifandi af þeim miðli og veit þess vegna ekki nákvæmlega hvað hann sagði, en ég hef hann hefur oft sagt góða hluti og hann hefur oft sagt hluti sem falla ekki góða hljómgrunn hjá almenningi. Nei. En þú nefndir hérna eigendur Kviku og það náttúrulega hefur verið svona leiðandi hluthafi hefur verið Stoðir. Þeir ekki að selja stóran hlut og það bara eins og við vitum að þá gilda þær svona lögmál í íslensku viðskiptalífi að stæðsti einkaaðalinn sem á hlut í skráðum félögum á móti lífeyrissjóðunum, hann er leiðandi og það eiginlega, hann mótar stefnuna. Stoðir hafa verið stærsti einkahlutafinn í Símanum og sem að seldi innviði sína og greiddi eigendur sínum út hvað 65 eða 70 milljarða eða meira? Nei, þeir eru nú ekki búin að því. Þeir er alltaf greiða 15 milljarða út. Við voru búin að borga sko í haust. Og Stoðir voru líka sko stæðsti enga fjárfestir á móti lífeyrissjóðunum í Arjónbanka sem með það plan að greiða 90 milljarða til eiganda sinna á mjög skömmum tíma. Finnst þér að við ættum að horfa til þess að ef að Kvikubanki að komast yfir Íslandsbanka, þar sem að miða við hlut Kviku ættur bara 2% en þeir eiga náttúrulega held ég næstu í 6% í Arjónbanka, þannig að ef við myndum selja þann hluta þá gætu þeir verið með sömu stöðuna í Íslandsbanka, að við eigum að geta hort á sögu þessara manna, hvernig þeir hafa stýrt fyrirtækinu og hvaða afstöður hafa og metið það sér svo að öllum líkjöndum ætlar að gera það sama á Íslandsbanka eða ættum maður að horfa á að þetta er svo lítill hlutur að þetta getur aldrei verið ráðandi afli í banka sem á bara 4-5%. Já, en þeir eru að vinna á vandamenn sko innan fjármálaheimsins. Ég vann einu sinni hjá fyrirtæki sem fór í ákveðin samruna, bandarískt fyrirtæki og þar var samrunin gerðu þannig að það fyrirtæki sem ég vann hjá var miklu stærri aðili í samrununum heldur en hinn aðilinn. En þeir vildu fara inn að mestu á jöfnu. Það var bara einfallega greitt út úr stærra fyrirtækinu. Það minnkað bara. Það var bara minnkað, það voru greittir út $6 milljarðar út úr þessu fyrirtæki til þess að gera það jafnstæð. Og við getum náttúrulega sjálfu sér alveg farið þá leið og sagt við viljum bara greiða út úr Íslandsbanka og þá fer 42% þeirra greiðslu til ríkisins. Þetta umfram eigið sem þarna og við erum búin að vita alveg frá 2013-14 að væri þarna og þyrfti einhver tíma að komast út. Og það sama raunar með þetta eigið í Arjónbanka, við erum búin að vita alveg frá 13-14 að þarna væri svakalega upphæð sem þyrfti að komast út og það náttúrulega bara vegna þess að þegar bankarnir voru búinir til og þá voru þau búinir til með mjög lækkuðu virði lánasafna og hafa síðan nota þessi lánasöfn til þess að verða ríkir. Og nú bara komið tíma á það að þessi lánasöfn í Íslandsbanka og svona líka þá hjá Landsbankunum verði bara greitt út eða þessi hagnaður þetta verður bara greitt út til eigandana Nú er þetta eiganda í almennings frekar heldur en að skilja það eftir handa einhverjum bröskurum í framtíðinni til að skræli þetta innan. Því ef Kvika hefur áfram áhuga á samruna eftir að þá aðgerð
þá bara getum við ekkert sagt meira en þanga til að þá dettur mér ekki neitt annað í hug að menn vilja hana samruna vegna þess að þau sjá peningi í því. Og ætla að ná í þetta auka eigið fé á svona næstu 3 árum og svo þeim svo sem sami bankan, það fínt alltaf eiga bankan ef að við erum búin að fá endurgreitt allt sem hefur lagt í þetta margfalt tilbaka. Svo skulum bara vona verði bankar eftir. Já, það var ekki síðast. Það var það ekki síðast og við erum kannski, við erum náttúrulega orðnir svo gamlir, Gunnar Smári komnir á 70-aldurinn og höfum upplifað tímana tvenna. Og það kannski hlustendur fá að vita það við vorum saman í tímakenslu. Já, við vorum saman vinir 7 ára. Og þannig að kannski yngra fólki sem að horfa á þetta, að það skilur ekki þennan ofta í okkur. En við erum bara, eins og segja, brentbart forðast eldi. En það ekki svolítið skrítið? Þú horfir aftur á hrunið og með svona umræðinu sem var þá og bara sem að má sjá í könnunum afstöðu Íslendinga til þess tregða þeirra gagnvart í að selja í bönkunum og þú veist svona það tækifæri sem voru til þess að endurmóta fjármálakerfið. Hvað lítið kom út úr því rúlega? Það var eiginlega ekkert gert. Það var nánast ekkert gert og ég held að ástæðan sé dálítið svo að menn skildi ekki nákvæmlega til dæmis út á hvað barátta hagsmunasamtaka heimilanna gekk. Hún gekk vissulega út á það að leiðrétta einhvað skuldamál en hún hefur alltaf gengið út á rétt neytenda. Gagnvart fjármálakerfinu. Gagnvart bara yfirvaldinu. Neytendur veikari aðilinn í öllum viðskiptasamböndum við fyrirtæki. Alltaf. Og þessi réttu neytenda, hann hefur verið fótum tróðin hér á Íslandi. Og kannski glæpsamalegasta atvikið í því var vaxtadómurinn vegna gengistryggðulánanna, það sem lagagrein var snúið á haus, svo hægt væri að krefja neytendur meiri rétt. Greinin gekk út á það að ef neytandi ætti inni hjá fjármálastofnun, þá mætti nota vexti Seðlabankans til þess að reikna út vextina sem neytandi nætt inni. Það var greinin og það skýringin með greininni þegar lögin verið sett 2001. En Hæstiréttur snýr svo haus og gerir þetta að rétti kröfuhafa gagnvart neytendum. Hann gjörsamlega snýr henn á haus og þetta hefur bara nánast enginn skilið að þessi bara snýst rétt neytenda. Innan Evrópuréttar, það að segja ESB-réttarins, að þá hefur dómstóll Evrópusambandsins, hann hefur sagt að ef neytandi aðili máls, þá skal dómstóll horfa til réttinda neytenda, fyrst horfa til réttinda neytenda, þó svo að neytandinn hafi ekki gert það að málsástæðu í dómsmálinu. Og þetta sem við erum að fjallar rétt neytenda. Þetta fjallar það að það sé ekki hægt að láta einhvern fjárfestingabanka og reyna að gleypa allt frá mögulegu neytandans til þess að eiga viðskipti við viðskiptabanka á eðlilegum forsendum. Og það er bara það sem við höfum verið búin að horfa á eftir hrun, að menn hafa orðið grimmari í því að svipta neytendur réttindi. Og það er ekki fyrir núna þegar Breki að koma inn sem hróahöttur að þetta er svona pílunda að snúast við. Og ég er ekki, Ingi Freyr skrifar heila bók það sem hann tekur okkur út og hann tók mig sérstaklega fyrir þeirri bók og hann snýr þetta á haus, hann skildi ekki hver bara þetta neytenda var í þessu máli, hver réttu neytenda var. Og ef við sofnum á verðinum, þá bara gefum við þennan rétt smátt og smátt eftir. Það en að því að við tölum við upp að viðskiptabanka og sparisjóðu og annað slíkt og þú varst að tala svona hlutföll og greiða út úr bankanum og eitthvað svoleiðis. Fyrir þegar komið til greina að ríki taki 42,5% hlut sinn og fari út með viðskiptabanka hlutin?
leifi kviku og félögum bara leikast með fjárfestingarhlutur? Það er eitt af því sem ég til vera mögulegt, já. Og það sem við ættum að vera að ræða í dag, ekki í staði fyrir að láta stóðir móta fjármálakerfið á Íslandi. Ég meina, ef við segjum sem svo að viðskiptabankahlutin, og ég rekna ekkert með því að viðskiptabankahlutin sé eitthvað mikið meira virði heldur en 42% af Íslandsbanka í dag, að þá myndi ég telja að það væri bara góður kostur, en eru hinir hluthafarnir tilbúinir til þess. En að minnstakosti þá væri hægt að bjóða þetta, ríkið hægt að bjóða þetta, eða einhverju svona fámyskti mat á það hvert er virði hvers hluta sig og finna þá einhverju lausn og leyfa þá og síðan þegar þessi viðskiptabankarhluti verður síðan gerður vonandi að einhvers konar sparisjóðum að þá fari eignarhaldið eða yfirráðin á stofnfinu til nærsamfélagsins en sé ekki áfram í Kópavogi eða Reykjavík til almennings eins og svo sem stjórnmálamenn hafa stundum nefnt sem kostar þetta með öðrum hætti að senda fólki í hlutabréfi, það má líka færa bara samfélagunum. Já, ég meina þessi hlutafélagavæðing eins og við gengum í gegnum, hún kom kannski skarpast fram í VÍS, þegar VÍS var stofnað. Þetta voru með samvinnutryggingu, voru með brunabótafélagi og þetta voru gagnkvæmtryggingafélög, svo VÍS stofnað og VÍS verður að hlutafélagi, einhver hlutafélagi. Það er ekki lengur gagnkvæmt tryggingafélag. Og munurinn á gagnkvæmu tryggingafélag og því sem við erum með er það gagnkvæmt tryggingafélag það greiðir út arðinn, hagnaðinn. Svipað bara kóap til viðskiptavinnslu. Já, svipað eins og sjóvá er vissulega. Og ég er búin að vera búið í Danmörku í 10 ár og verið með tryggingar þar. Og ég var alltaf árlega að fengi tékka frá tryggingafélaginu. Þetta er þinn hluti í hagnaðinum af reksturinn. Af ávöxtuninni á sjóðunum? Nei, bara það þurfti ekki að greiða út eins mikið eins og var gert ráð fyrir og lalala. Og þannig, sem sagt, þannig eru sparisjóðnir. Sparisjóðnir eru þannig að þeir eru hugsa nærsamfélagið og þeir mega ekki hagnast. Þannig að þeir þurfa einhvern veginn að greiða þá til nærsamfélagsins þann hagnað sem verður. Þetta var síðan náttúrulega misnótað hér á Íslandi og við sjáum alveg hvernig baráttan varð sparisjóð Hafnarfjarðar á sínum tíma þegar stofnbréfin þau mátti ekki vera á Hafnarfjarðarbæ, það var að setja þá á nöfn og þá fóruðu í hendur Matthisen og eitthvað svona og allt í nú þóttust þeirri eiga þessi stofnfjárbyrjur en þau hefur bara verið sett á þeirra nafn vegna þess að það mátti ekki sveitafélagi mátti ekki eiga það. Svo er byr stofnað og þá er allt í einu verða þessir aðalar alveg þokkalega ríkir af því að sparisjóður Hafnarfjarðar rendur inn í byr. Þannig að þetta er svona það er svo margt í fortíðinni sem við brendum okkur á og við þurfum að passa okkur á að endurtaki sig. Þess vegna ættum við kannski að vera að ræða fjármálakerfið með öðrum hætti heldur en að vera að fylgjast bara með því hvernig stóðir og félag er alltaf stokkað upp. Já, ég meina við eigum ekkert að láta þá ráða því hvernig framhaldi verður heldur eigum við að fá upp umræðu það og við eigum að fá umræðu það frá fólki utan fjármálakerfisins. Við vitum alveg hvernig fólkið innan fjármálakerfisins hugsar en við sem erum utan þess við þurfum líka að verða nægilega sterkt afl til þess að það sé hlustað á okkur hugmyndir og ég mæli alveg með þarna þessu myndbandi sem var fast við Facebook-fæsluna Richard Werner er að fjalla og bara hann nei, það var ekki þessi fæsla, var hann Það var önnur færsla sem ég var að fjalla sem Richard Werner. Hann er talar hann er svo fyrsti sem er svona alvöru að byrja að tala það hvernig peningarnir eru búinir til. Hann er að tala fyrir þessu þrískiptingu fjármálakerfisins eftir því hverju eru viðskiptavinnir
og svo eitt nýtt sem hann hefur verið að tala fyrir og gert rannsóknir á, það áhrif stýrivaxta á þenslu og samdrátt. Og það hann ekki á sama máli og Ásgeir Jónsson? Hann bara, rannsóknir hans benda til þess að þessi sé eiginlega snúið á haus. Herðu, Marino, við erum að reyna að halda umræðu gangandi og kannski fæði til þess að koma hérna seinna að tala fjármálakerfið. Ég heyri að það eru mörg að taka, kannski getum við að hafa sögustund. Já, ég meina, ég hef svona alltaf gaman að því að ég hef verið að fara í gegnum gamla bloggfæslur og sem eru svona frá því fyrirhrun og uppurhruni og svona endurreisnar árunum og það alveg skelfilega marga þeirra sem eiga við í dag. Herðu, látum þetta gott heita sameiningu Kviku og Íslandsbanka og íslenska fjármálakerfið. Við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að snúa okkur að lögfræðinni í kjarabaráttunni með Gísla Tryggvason eftir augnablik. Já, kjarabaráttan ekki hvað síst háð í dómsölum og með lögfræðina vopni, ekki bara með verkvöllum og verkfallsvörslu og til að hjálpa okkur aðeins að greiða úr því sem að haldið hefur verið fram í umræðinni hingað komin Gísli Tryggvason, lögmaður og sérfræðingur í vinnurétti, það óvægt að segja það, ekki Gísli? Jú, það held ég. Herðu, eitt sem að maður heyrir sagt núna eftir að landsréttur kvað upp sinn úrskurð, þá fór það náttúrulega mjög illa í Samtök atvinnulífsins, var svolítið augljóst og þau höfðu bara ekki búist við þessu. Og eitt sem Halldór Benjamin segir að þetta sé einhvern veginn illskiljanlegt því að þarna sé miðlunartillagan sögð vera lögmætt en hins vegar fær ríkissáttasemjari ekki heimild til að sækja félagatalið til þess að geta greitt atkvæðumanna. Er það svo að Landsréttur segir að miðlunartillagan sé lögmætt? Nei, það er engin dómstóll leyst úr þeirri spurningu. Ef það væri búið að leysa úr því nú þegar fyrir dómstólum, þá ætti héraðsdómur að vísa nú þegar frá máli Eflingar einmitt það. Það sem að Efling hefur krafist þess að miðlunartillagan eða tillaga ákvörðun að leggja fram miðlunartillögu verði dæmd ógild. Það ennþá til úrlausnar hjá héraðsdómi og hefur ekkert verið leyst úr því. Félagsdómur leysti heldur ekki úr því en það er ekki hans hlutverk og Landsréttur leysti alls ekkert úr því, hann bara leysti úr því hvort það ætti að afhenda félagaskrá. Landsréttur eins og segir í atvikalýsingu nánast að sko það sem bara stendur í lögunum að ríkissáttasemjari hafi heimild til þess að eiga frumkvæði slíkri miðlunartillögu og í því felst engin úrlausn hvort að það hefur verið lögmætt í þessu tilviki, þannig að það er bara rangt hjá bæði það er sagt almennt að megi leggja fram miðlunartillögu en ekki að þessi miðlunartillögu hafi verið lögmætt. Já, það er bara sagt, það er bara eins og að sé tunglið ekki úr rosti, stendur einhverstaðar í dómi en það er engin það er ekki verið að dæmi það er bara að vera að lýsa staðrindum, hann hefur þessa heimild, það er bara að vera að leysa úr einhver allt öðru. Bæði Halldór Benjamin og Aðalsteinn hafa lagt mikla áherslu á þessi fréttum og ekkert verið svo sem leiðrétt neitt. Já, þeir eru nú hvorugur lögfræðingur en það þarf nú ekki lögfræðing til að vita þetta að það sem kemur fram í dómsforsendum er það sem dóminn er að segja og leysa úr en þetta kemur ekki eins og fram í dómsforsendum, þetta er bara í upphafi málsatvikalýsingar nánast að hann hafi þessa heimild og svo er farið að leysa úr álitefninu sem var allt annað. En úrskurðurinn hann er áhugaverður allavega fyrir okkur svona blaðamenn að því að það var nú búið að tala þetta í aðdragandunum en ég man ekki eftir neitt sem að krækti þarna aftur til umræðina á þingi 1978 og samt voru dregnir á land Ásmundur Stefánsson og allt stofnana minni verkefnishreyfingarinnar en engum tókst að krækja aftur í þetta. Nei og ég verð að viðurkenna, ég fór ekki dón í þessi lögskýringagögn þegar ég var að segja frá þessu bæði RÚV og hjá þér. Ég bara leysti úr þessu á þeim efnisgrundvelli og taldi miðlunartillöguna sennilega ólögmæta af því að hann hefði ekki haft nægilegt samráð en úr því hefur ekki verið leyst og verður kannski ekki leyst í bráð. Jú, ég fyrir héraðsdómi vonandi. En Landsréttur fór réttilega í nærtækustu
stöðuna, þar að segja ekki að leysa fyrst úr því hvort að miðlunartillögun væri heimil, heldur hvort að væri nægilega skýr heimild til þess að krefjast félagatals. Og þá verður að minna á það að í svona máli, það sem krafist þessa, til dæmis einhver víkja fasteign sem heitir útburðamál, eða einhver afhendi einhvern mun sem annar á, sem heitir innsendingagerð, og þetta var sennilega líkara innsendingagerð, að þá það rétturinn að vera mjög skýr. Heimildina? Já, sennilega bæði lögfræðilega en aðalega atvik. Það má til dæmis ekki í slíku máli leggja fram matsgerðir eða vitnisburði annað. Þetta verður að vera svo skýrt að það verður bara að vera alveg ljóst. Þannig að máli fellur kannski strax á því að ríkissáttasemjari hafði ekki skýra heimild. Ég saði frá því held ég á RÚV daginn að í lögum talsmann neytenda sem var embættis ég gegndi einu sinni, þar var sérstaklega tekið fram í þessum stutta lagakafla embættið að ef að fyrirtæki veittu ekki þær upplýsingar sem ég krefði þær sem það gerður reyndar alltaf, að þá get ég farið fyrir héraðsdóm og sótta með valdi nánast og sýslumanns og lögregluvaldi. Til þess þurfti aldrei að koma, en þar hafði löggjöfin 2005 passað upp á að hafa slíka heimild. En það ekki meira í þessum úrskurði að þeir segja að það sé ekki heimild til þess að gera það? Þeir taka fram að það hafi verið vilji löggjafans að hafa það ekki? Fyrsta lagi að það vantar þessa heimild. En máli er að löggjafinn ætlaði að veita þessa heimild 1978 og hætti við það. Það er að segja að þegar frumvarp kemur frá ríkisstjórninni, eins og flest frumvarp komu og koma enn, þá er slík heimild í frumvarpinu 1978 og þá er hvaða stjórn, þá er Þetta er restin af Geir Hallgrímssoni, það er farið að líða vori, þetta er síðustu verk þeirra ríkisstjórnar. Alveg rétt. Svo framundan er söguleg ríkisstjórn, vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar sem lifði stutt. Nákvæmlega, þetta er rétt fyrir þá stjórn, þannig að þetta er áður en vinstri öflin koma til skjallana en framsög... Mikið óróa vetur í verkalýðs verkvöll og... Ekki þú býstna vetur. En já, þetta er sem sagt, framsögumæðurinn var einmitt sjálfstæðismæðurinn Þorvaldur Garðar Kristjánsson, sem mér minnir að hafa verið lögfræðingur, hann segir í framsöguræðu sem Landsréttur vitnar algjörlega réttilega til, það hefur komið hérna andmæli frá ASÍ við þessari auknu heimild, þessu aukna valdi ríkissáttasemjara. Og við ætlum að draga það tilbaka að því ASÍ er á móti, þó að VAFSÍ, sem heitir núna SA, sé hlindi, en það gerir SA ekki, eða VAFSÍ ekki ágreining. Þannig að þetta er bara leyst fullkomlega rétt. Það er verið að passa að Trump ekki á öðrum aðila vinnumarkaðarins, stóru aðila vinnumarkaðarins. Og í anda þess að þessir aðilar eigi eiginlega að setja sér leikreglur. Já, eins og við fórum yfir að það væri helst best þannig í Danmörku til dæmis, en menn allavega taka tillit, þannig ég skil ekki þá lögfræðingar sem telja þetta eitthvað skrýtna lögfræði, þetta er bara alveg eftir skólabókalærtum á fyrsta ári, að ef að löggjafinn leggur eitthvað til, eða það er að segja ef að eitthvað er lagt til í frumvarpi og svo dreigir tilbaka í meðferðum þingsins, þá felst í því beinlínis heimildum að löggjafinn hefði einmitt ekki viljað þetta. En þögn, þegar hann hefði ekkert spáð í það væri miklu meira vafamál. En þá hefði ég líka talið að þetta ætti að fara á þennan veginn, þetta var bara alveg augljóst og þá minni ég á það, stjórnvöld þurfa almennt heimild í lögum til þess að gera það sem þau gera, annarkot sérstaka eða svona almenna. Borgararnir mega að gera allt sem þeim er ekki bannað, en stjórnvöld mega bara að gera það sem er sérstaklega leyft. Og þegar við bætist þetta sem ég nefndi áðan, að í aðfaralögum þarf rétturinn að vera skýr til þess að fara á svona heimild, og að stjórnarskráin vendar sérstaklega félagafrelsi og persónuréttindi sem eru nú í félagaskrám og starfsemi stéttarfélaga, þá finnst mér þessi niðurstaða á svo margan hátt nærtæk. Fyrst að löggjafinn gerði þetta sem hann gerði fyrir rúmum 40 árum. En fyrir okkur sem er ekki lögfræðingar, hvernig er þá hugsunin hjá þinginu og aðilum vinnumarkaðarins á þessum tíma? Sú að
að taka valdið af ríkissáttasemjara að setja fram miðlunartillögu nema hann geri það í svo góðu samkomulagi að verkalýðsfélögin láti félagaskrána hendi eða standi sjálf fyrir atkvæðagreiðslu. Já, sko, þegar þú segir hugsunin hjá ríkinu, þá það eitt vandamál. Við lögfræðingar tölustundum vilja löggjafa sig svo það sé eitthvað svona upplýstur kongur sem situr á einvaldstóli. En það svona pínu illúsjóns telja réttar heimspekingar nú og þegar þetta gerist eins og þetta gerist þá að það einhver hugsandi greinagerðasmiður og frumvarpsmiður sem leggur eitthvað til, svo breyta þingmennir því, þá ruglar það alveg kerfinu og ég hef sjálfur verið hér í stöðu að maður semur eitthvað og svo maður alveg með lífi í lúkonum að einhverju þingmenn fara að gera eitthvað annað en maður samti sjálfur, sko. Og ekkert samhengi kannski í... Þá ekkert endilega samhengi í hugsun, en þannig allavega hugsunin, við skulum ekki ganga svo langt að það sé að taka félagaskrána með valdi, sem akkurat það sem að ríkissáttasemjari ætla að gera, ætla að taka með valdi. Þannig að þarna hefur sennilega verið eitthvað overkill hjá VFSÍ 1978 að vilja tryggja það að í verstu tilvikum þá væri hægt að sækja svona með valdi. Alveg svo, það var overkill hjá ríkissáttasemjara að fara svona snemma í svokallaða miðlunartillögu og þessi bæði tilvik með 45 ára millibili, þau sennilega valda því að nú standa vinnuveitundur eða atvinnurekendur lakara vígi heldur en ella, því nú vita allir hver réttastaðan og nú geta stéttarfélög sem hefur aldrei látt sér dreyma það að hunsa ríkissáttasemjara að því þau hafi ekki kannski sama slagkraft og Efling hefur nú, að nú munu þau kannski bara gera það, þannig að þetta auðvitað veikir ríkissáttasemjara kannski meira en Þorvaldur Garðar og stjórnarmeirihlutin vildi 1978 en þeir vildu bara friða en það stóð jú sérstaklega eins og Landsréttur nefndi að þessi breyting, þessi afturköllunarbreytingatillögunni fæli í sér að dregi væri úr valdi og stöðu ríkissáttasemjara. Þannig að niðurstaðan alveg augljóslega rétt finnst mér. Ögmundur kom hann var á þingi 96 þegar vinnulöggjöfin var breytt og hann var formaður BSRB á sama tíma. Og hann var að tala að það hafi verið mjög sótt af fyrirtækjaeigendum að yrði búið til eitthvað svona ríkissáttasemjari með lögregluvald, eins og hann kallaði það. Já, ég tók og sem það sama á 78 og þannig það kemur aftur 96 og í báðum tilfellum Ögmundur var alveg klára á því að það veri ekkert í lögunum sem að veitti ríkissáttasemjara þetta vald og hafi verið draumur fyrirtækjaeiganda á þeim tíma, þá væru lögin fælan með ekki þetta vald því hann taldi að það yrði að ráðfæra sig sem eins og þú hefur bent á og svo líka að það væri óheimilt að leggja fram málamiðlunartillöguna nema að báðir aðilar hefðu fengið að þrýsta á kröfur sínar sem að Efling fekk ekki. Já, það ég að vísu ekki alveg við sem að sé rétt hjá Ögmundi Venast þá hann væntanlega að tala breytingur sem var gerð 96 þá var gerð breyting á reglum sameiginlega miðlunartillögu. Þetta bara miðlunartillöga Eflingu og deilu hennar við Samtök atvinnulífsins en það sem við vorum að breyta sem við sögðum hérna frá fyrir 2 vikum 96 var meðal hans að auka heimildir til tengingar reglu svo kallar, eða tengingar miðlunartillögu, að tengja ólíka hópa sem eigi ekki beint í deilu saman og spyrða þá saman sem var mjög umdeilt hjá ASÍ og verkalýðshreyfingunni og þá voru sett aukin skilyrði fyrir miðlunartillögu. Það ekki bara nóg ráðkast eins og í þessu tilviki, heldur þurfti líka að vera tími til þess að þrýsta á og það hefði verið ráðrúm og eitthvað slíkt. Þannig að 96 var ekki gengið langt og fyrirtækjaeigendur vildur og heldur ekki 78? Jú, það var nú gert. Nei, ég segi ekki, þá er ég að taka mat Ögmundara, það hafi verið, draumurinn hafi verið það sem hann kallaði ríkissáttasemjari með lögregluvald. Já. Og það reynir ekki á það nema fyrir inn í þessari deilu að það er heiftalegur ágreiningur það hvort að miðlunartillagan sé lögleg. Og þar leiðandi þetta að segja aðalsteinn í það minnst að hafi túlkalögin með öðrum hætti heldur en aðrir sáttasemjarar og eins og Ögmundur sagði farið yfir línuna og hún var ólögleg og það deiltu það hvort hún sé lögleg. En það sem á þessum tíma, það sem búið að vera ræðum þetta núna, að til dæmis öll heildarsamtök launafólks
andmelti þessu, taldi þetta að vera sko brot á hefðinni og sumuleyti ert þú að vísa til þess að í hefðinni hafi verið svona samkomlag að aðila vinnumarkaðar ættu að hafa svona, gæti allavega kynnt leikaklónum eins og það væri. Já, og bara það að setja niður þessa starfshópum samskiptareglur á vinnumarkaði 1995 sem leiddi árið setna til þessara löggjafar sem var svona með hægri slagsíð eins og ég nefndi. Bara það var umdeilt. Ég meina ASÍ var að spyrja, hver er að kalla á þetta og akkur þarf að gera þetta núna, en með semingi tilnefndu 2 fulltrúa, þar á meðal forseti ASÍ og held ég að hinn fulltrúin var Bryndís Hlöðversdóttir sem seinna var ríkissáttasemjari og þau voru mjög á bremsunni þangað til alveg var bara sagt af hálfu ASÍ að baklandsins, nú hættu við bara í þessu og erum bara alveg á móti þessu. En yfirleitt haft samráð við aðila vinnumarkaðarins svona stóra hluti. En eins og Landsréttur úrskurða núna og að sömuleyti voru viðbrögð heildarsamtaka launafólks og margra verkalýðsfélaga svo sem líka að það er svona eitthvað þráður í því að núna á sama tíma stigu fram eldri menn eins og Ásmundur Stefánsson, Lára Vaff Júlíusdóttir og fleiri sem að sögðu að ríkissáttasemjari hefði þetta vald sem að enginn efaðist ég menna hann væri bær til þess að leggja þetta fram en hann geti gert þetta með þessum hætti okay. Og núna hefur Lára Vaff sagt að Júlíusdóttir sagt að þessi úrskurður Landsréttar bara kippi fótunum undan vinnurétti á Íslandi. Er það svo? Ég held nú að miðlun til þú séu ekki það stór þáttur í vinnurétti eða vinnulöggjöf eða vinnumarkaðsfræðum að þetta kipi stóðum undan en þetta veikir svolítið atvinnurekendur að þeir hafi lent í þessu yfirskoti ríkissáttasemjara. Nákvæmlega þeir, ekki frekar en ríkissáttasemjari. Það er ekki gert ráð fyrir Já, ég meina ríkissáttasemjari á náttúrulega að vera hlutlaus en atvinnurekendur vilja náttúrulega að sé friður og að sé samningur og að sé unnið, sko, þeir vilja ekki dverkvöld, þeir vilja friðaskyldu og þeir hafa ekki fengið hana ennþá í þessu tilviki. Þannig að já, það eru fyrst og fremst atvinnurekendur sem eru óhefnir með þessa atburðarás. Efling hefur nú unnið allir marga sigra, fyrst ferða dóm meirihluta félagsdóms að verkfallið sé lögmætt hann daginn þrátt fyrir þessi miðlun til að sé í farvegi og svo tapar í landsrétti ríkissáttasemjari þessu í landsrétti. En breyti það mikil að það verður ekki, eins og eitthvað myndi segja, ekki við þetta una nema það þurfa að breyta lögum til þess að tryggja, er þetta þannig? Nei, þetta er ekki neyðarástand sko en þetta þetta frá sjónarhóli fyrirtækja og kannski ríkissáttasemjari eða ríkisins þetta óheppilegt að þetta hafi komið í ljós en það hefði nú ekki þurft langa rannsókn bara hjá laganema að fara honni í lögskýringagögnin 1978 þó að það ekki mörgum dottið það í hug en væntanlega hefur lögmönnum Eflingar dottið þetta í hug og þeir hafa væntanlega fært þetta fram nema Landsréttur hafi bara fundið út þessi lögskýringar á þessum örfáu dögum, þeir voru ekki lengi með þetta. Nei, menn að maður hefði ekki verið nema 2 tíma að finna þetta út en maður hefði farið í lögskýringagögnin þarna og í stórum málum þá gera lögfræðingar þetta, þeir skoða ekki bara lögin sem allir geta gert og greinagerina sem flesti geta gert, heldur líka lögskýringagögn sem felast í ummælum framsögumanna og þetta er bara kennt á fyrsta ári lagadeilda að ummæli framsögumanna í þeirri nefnd sem fer með frumvarp eru lögskýringargagn. Það er ekki kannski lögskýringagn þegar einhver þingmaður í stjórnarandstöðu segir eitthvað frumvarpið en þegar framsögumaður stjórnarmeirihlutan segir þetta, nú hættum við að breyta þessu af því aðeins á móti því, þá er það augljós lögskýringagn. Þetta verður kennt í lögskýringarfræðum næstu áratugina, þessi úrskurður. Já, og það verður ekki þannig að óbreyttu lögum að ríkissáttasemjari geti þröngvað miðlunartillögu upp á verkalýðsfélag. Verkalýðsfélag hefur þetta svar. Og að mörgleiti er þetta sniðugt og í takti margt annað í vinnuréttinum að svona það sé ákveðið grátt svæði og svona ákveðin hefð við hliðan og lögunum. Eins og við nefndum hérna í síðasta þætti með þér og Sigurði Pétursinni að lögregla hún gætir minna að hvað kallaði það lög og réttur og þetta passar hún upp að verða ekki líkanlegt ofbeldi og slíkt en hún
Hún á að halda sér höndum í verkfallsátökum. Í verkfallsátökum, vinnudeilu átökum og þá gerði eiginlega svona frávíksregla bara út frá áratughefð að þó að lögreglan hafi það þá heimild í lögreglulögum eða einhverjum lögum að halda upp í lögur og reglu og að friður sér haldin, þá gerir hún minnað í svona deilum. Ok, það mál eftir inn í héraðsdómi og kannski verða fleiri mál út úr þessu, það svona Halldór Benjamín framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins alltaf að boða einhver straumkvörf, hvort það geti verið lagasetning eða eitthvað, en það þetta mál hvort að tillagan sé lögmætt. Ef að tillagan dæmd svo lögmætt, en hann getur ekki framfyllt henni, hvað ástand er það? Það er ákveðið dilemma, ég get alveg viðurkennt það með hvað sé borgarlegu öflunum að það svona óvinnlegt og óheflegt en það stendur líka í 60. grein stjórnarskrárinnar eins og ég nefndi líklega daginn að maður á að fylgja yfirvaldsboði eins og það er kallað í bráð, það er sett í bráðabirgða þangað til dómstól kveður á annað og þetta var það sem þeir byggðu á meðan þessi félagsdómi í afturröngutur en félagsdómur og landsréttur eru sammála það að það þurfa að vera skýr heimild samt til þess að hlutast til verkfallsréttin sem hluta samningsréttinum sem líka stjórnarskrávarinn. En hvað líkurnar á því að þetta verið dæmt ólögmætt? Ég myndi nú frekar... Þú hefur alltaf verið frekar þeim megin. Já, ég frekar haldið því fram. Það er enginn sem efast það þó Ásmundur Stefánsson hafi verið að svara því að hann hafi þessi heimild. Það er bara efast það hvort að aðdragandinn er réttmætur, lögmætur, eins og ég hef efast og svo hvort að efni er of gróft, skulum við segja, hvort að miðlun til hann er langt frá því að vera miðlun til að efni sínu og það er ólíklegt að dómara myndu fara þannig inn í efnislega matið, en mér finnst alveg eins líklegt að Ástráður Haraldsson sem hefur nú verið settur ríkissáttasemjari og er sérfræðingur í stjórnsýslurétti, ég held að hann hafi gert kandidatsríkir sína fyrir 30 árum svokallega forsendurreglu sem að snýst efnislegt mat og málefnalega forsendur. Hann geti alveg tekið upp á því bara að beita heimild sinni sem settur sáttasemjari og afturkalla tillöguna. Kannski að því hún sé ógildanleg. Það er heimild í stjórnsýslulögum að afturkalla ógildanleg. Já, stjórnvald getur afturkallað eigin ákvörðun af 2 ástæðum ef það er ekki til tjóns fyrir aðila sem ávalla við í þessu tilviki og ef hún er ógildanleg. Og hann getur... Hvað maður gerur þessu ógildanleg? Já, hann geti, ef hann þyrði að stuða aðastein, þá getur hann hugsað að þetta var ekki nægilegt samráð. Þannig hún væri ógildanleg ef hún færi fyrir dóm. Þannig að hann má alveg ímynd sér Ástráður afturkalli tillöguna og þá náttúrulega fellur máli niður í héraði. Ok, en varðandi úrskurð Landsréttar, þá er hann þannig að við bara gleymum þessari miðlunartillögu, að þá gildir hann náttúrulega tillögur sem eru lögmætar og rétt framsettar, að þá getur verkalýðsfélag eftir sem áður vísa til þess að Efling komst upp með það að afhenda ekki félagsskrána og neita því. Já, svo getur vel verið einhver annar háttur verði hafiður á atkvæðagreiðslu en það er ekki víst að verkalýðsfélög muni alltaf nýta sér þann ítrasta rétt. En það hafa þau oft verið sátt við það að væri lagða fram miðlunartillögur. Já, iðulega held ég að miðlunartillögur hafi nú verið settar fram til þess að skera menn niður úr einhverju snöru, menn hafa kannski verið búin að tala sér út í hotn, kannski báðum einn og hafa þurft að hjálpa þeim að lenda einhverju. Og ég held að miðlunartillögur séu oft svona þannig, en það er kannski meira svo kallar innanhúsmiðlunartillögur eða... Eina afleiðing af þessum úrskurði Landsréttar kom í ljós í gær og kannski enn frekar í dag, hversu illa undirbúnir fyrirtækjaeigendur voru, því að það er eins og það hefur búist við ekki búist þessari niðurstöðu. Og þá kemur í ljós að flugi muni stoppa helgina, það verður vöruskortur bara mjög fljótlega helgina, það eru laxaseiði sem getur dáið út á súrundiskorti, það bara hrynja inn og ég reikna með því að í Eflingu séu allir og amma þeirra að sækjast eftir undanþágu. Og það er verið að svolítið að byggja undir að þetta sé alvarlegt ástand sem er framundan fyrir bara samfélagið í heild. Líkur á lögum, lagasetningu.
Já, það svolítið skrítið ef að það rétt matjaður að fyrirtækja eigendur eða rekendur séu svona illa undirbúnir, það svo sem bara í takti margt annað á Íslandi. Þetta var alltaf rætt fyrir 2 dögum, en núna ég tók bensín á báða bílaheimilisins í fyrradag, en sumir eru að gera þetta í dag og kannski á morgun á síðustu stundu, en miðað við hvernig Íslendingar voru illa undirbúnir fyrir óveðrið hérna í desember, þá kannski eru við ekki nógu skipulögð, en fyrirtæki getur alltaf ekki varið sig, það verður bara hættir leiðarkerfi Icelandair leggst af eftir viku. Kannski hafa fyrirtækja rekendur kannski treyst og mikið á orð Halldórs Benjamins þegar hann sagði fyrir bara tæpri viku, held ég get alveg lofa því að þessi deila verður löngu búin mun fyrr en eftir 2 mánuði. Og ég veit ekki hvernig maður á að túlka svona orði, menn það því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur skipað næstum alla dómara í landinu í næstu 100 ár. Og skipaði á einu bretti allan landsrétt. Það nú 2 af þessu sem að kveða upp dómin eru dómararnir sem að Sigurður Andersen hífðu upp. Já, ég meina þannig að þetta eru allur landsréttur eins og hann lagði sig var skipaður af hægri sinnasta dómsmálaráðherra sögunar hérna fyrir nokkrum árum og þó þar hafi slæðst inn einn og einn svona vinstrimaður eða sem voru ekki sjálfstæðismenn þá var það stórhættuleg slagsíða en þetta ekki traustvengið þegar framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir svona, hann geti lofað þessu, kannski hafa fyrirtækin treyst á það, hann myndi bara töfra eitthvað fram, en mér finnst mjög ólíklegt að þessi ríkisstjórn, eða bara nokkur ríkisstjórn seti strax lög á eitthvað svona, þó að fara að skorta eitthvað, ég meina, verkfall á að leiða til erfiðra aðstæðna og knýja fram breytta hegðun og breytta afstöðu, þannig að við fundum náttúrulega oft fyrir því þegar ég fyrir hjá bandalegi háskólamanna að verkvöld höfðu lítinn slagkraft þegar flestar heilbrigðisstéttir voru með slíka undanþágulista að það var eiginlega bara ágætismönnun í verkvalli En það á ekki við Eflingu? Nei, og þar Efling sjálfstæð með veitingu undan þá eða höfnun þeirra, þannig að það verður erfitt ástand giska ég á eftir einhverja daga. Og það ekki forseta til þess að við séu sett lög svona þínu, þetta ekki verið mikið í einhverju svona almannavá, þetta bara verkvall? Það verið að þrýsta á kröfur sínar? Við höfum eftir að sjá það, nú verið að tala upp að, minna það vantar þá kannski bensín á öllu suðvestur horninu og langt austur austur fyrir fjall og upp á Snæfellsnes, skilst mér. Og engar vörur sendar? Já, þannig að það verður örugglega hávær krafa það, en ef að það kæmur lög á svona verkvall, eins og hefur stundum verið gert með sjómenn og flugfreyður og alls konar stéttir, að þá náttúrulega kæmi líka, það ákveðin hefð fyrir því, þá kæmi líka einhver óháður gerðadómur og ekki bara svona miðlun til að frá öðrum aðalanum, Þannig ég held að lögin yrðu nú samt réttlátari en miðlun til aðan og en ég spá ekkert lögum alveg á næstunni Nei. Þannig að við munum vera að horfa á þessa deilu. Nú náttúrulega eiginlega boltinn hjá SA, það þannig svolítið. Þau hafa bara verið með þvert nei hingað til. Efling hefur lagt fram ýmsar tillögur á leiðinni og í aðgerðum, þannig að það vantar viðbröðinu frá SA. Þau hafa hingað til sagt þvert nei að þau ætli bara að semja þetta og ekkert meir. Já, nú reynir á nýsettan ríkissátt sem ad hoc, Ástráð Haraldsson, og ég held að hann sé mjög fær maður í þessu tilviki Sólveig Anna Heldónum hann var sáttasemjari í deilu Eflingar við Reykjavíkurborg og sveitarfélögin verkvöldunum sem fóru í eftir lífskjarasamningin og meðal annars í mjög erfiðu verkvalli þar sem við voru í deilu við sveitarfélögin í kringu Reykjavík sem var frestað í COVID og byrjaði svo aftur eftir COVID. Það var langvarandi og erfið vinnudeila en Sólveig Anna Heldónum fyrir það að hafa hlustað og sömuleyti var hún að taka dæmi af þessu til að benda á hvað aðalsteinn hafi verið bara aldrei heyrt kröfur Eflingar eða aldrei tekið neitt nótis af þeim Herðu, þetta svona lögfræðin í þessu hjá okkur? Já, ég held að við séum nú búin að dekka mesta sviðin og þessi úrskurður landsréttar fer í réttarsögunar, skólabækurnar líka. Já, herðu, Gísli, kæra þakkir. Takk, sömuleiðis. Þá förum við úr lögfræðinni og við ætlum að fara í öldrunarlækningar, skoða stöðu hinna elstu og veikustu eftir augnablik.
Já, komið sæl, hér við borði hjá mér sest hún Anna Björg Jónsdóttir, öldrunarlæknir á Landspítalanum. Sælvert og velkomin. Kæra þakkir, takk. Við ætlum aðeins að ræða þessi öldrunarmál í heilbrigðisþjónustunni. Þú tókst við hvað öldrunardeildinni í ágúst á þessu ári. Já, eða þess 2022. Nei, fyrir ekki 2022, mann finnst það bara að vera ennþá sama ári. Síðasta ártalið. Heyrðu, og stundum verið vísa til þess sem þú hafi tekið þessari heitu kartöflu á Landspítalanum. Nú er alltaf talað fráflæði vanda í tengslum við eldra fólkið okkar og segðu mér aðeins fyrst bara, hvert hlutverk öldrunarlæknis? Bara takk fyrir að bjóða mér að koma og takk fyrir að bara fá tækifæri til að ræða þessi mikilvægu mál. Mér finnst það bara ótrúlega velgert og bara takk fyrir það. Það alveg rétt, ég tók við sem yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum í ágúst á síðasta ári. Ég var enda að viðurkenna, mér finnst þetta ekki vera heit kartöfla, mér finnst þetta bara vera gaman sko og ekki svona, líti ekki á þetta sem eitthvað vandamál og finnst líka þetta skemmtilega orð fráflæðisvandi svo erfitt sko í því samhengi, en hlutverk öldrunarlækna í raun og veru að við erum náttúrulega læknar, flest okkar eru lyflæknar í grunninn og svo þetta þá sérhæfing og ná og það sem að við fókuserum á eru einstaklingar sem eru komnir á efri ár og það náttúrulega svolítið breytt sem að glíma við eitthvað bráðan vanda, sjúkdóm og í flestum tilfellum fylgir því einhvers konar færniskerðing. Það svona það sem við erum að hugsa um. Þetta getur verið mjög breytt og þetta getur verið mjög þetta getur verið margvísleg vandamál og þau geta verið bæði innan bara mjög innan breiðs sviðs læknisfræðinar. Þetta getur verið eitthvað sem að snýrað bara sálinni, geðlæknisfræði og hvernig fólki líður. Það getur verið eitthvað líkamlegt og tilheyrt sko lyflækningum eða skurðlækningum eða hvað sem en það sem við horfum líka og sem kannski svona aðeins sérhæft líka fyrir öldrunarlækningar að við hugsum þetta heildrænt, þannig að við hugsum líka félagslegu þarfirnar, við hugsum líka aðstæðurnar heima, við hugsum líka stuðningsnetið í breiðu samhengi, þannig að við svona reynum að horfa á skjólstæðingin okkar, mér frekar illa við að segja sjúklingin, en þennan einstakling sem við erum að þjónusta, við reynum að hafa hann svona í miðjunni og svo erum við að hugsa allt sem í kring. Þannig að þetta getur verið mjög fjölbreytt starf, mjög skemmtilegt, af því við erum yfirleitt að sinna fólki sem að frá mjög svona breiðum grunni og eigum samskipti við mjög marga aðra fagaðila til dæmis, sem mjög gaman. Já, ég fór einmitt að hugsa sko þegar ég var bara einhvern veginn að horfa á þetta sko, hvað maður gamall þegar maður þarf að hitta öldrunarlækni? Nú sko, ég veit sko varandi bara sko afa minn og ömmu sem eru svona stutt síðan þau fjalli frá sko, þau voru sko komin held ég sveimi þá bara bæði yfir nýrætt held ég þegar þau hittu öldrunarlækni. Já. Við vorum mjög fullorðin, Ég skil það, já. Þetta er svona $1 million spurning, sko. Og margir sem spurja þetta og margir sem velta þessu fyrir sér. Sumir þurfa aldrei að hitta öldrunarlækni og það hefur í raun og verið óskaplega lítið með ártalið að gera sem þú fættist eða þessa kennitölu hvað þú ert gamall. Það hefur meira að gera með hver færnin hvað ertu með í farteskinu af sjúkdómum, langvinnu sjúkdómum, hvernig hefur það? Það er í raun og verið það sem skiptir meira máli heldur en nákvæmlega hvað þú ert gamall. Og þetta er ekki svona við höfum það svolítið svona úr amerískum bíómyndum og þáttum að fólk þurfi að vera með barnalækni ef þú átt barn. Þú veist að þú þurfir að vera alltaf það þurfi að vera þannig. Það er ekki þannig að þegar þú ert orðin eitthvað x gamall að þá þurfir að eiga öldrunarlækni. Það er ekki svo. Það er ekki þannig. Þannig að en flestir sem að við erum að hitta, bara svo það sé svona, þú veist, að þeir eru náttúrulega komnir, þeir eru orðin mjög fullorðnir. Sko, þá erum við að tala 85 ára pluss. Veist, það er svona, en auðvitað kemur það fyrir að við hittum fólk sem er yngra,
en kannski þá líkamlega eldra, já. Að það kannski búið að komið með ýmsa sjúkdóm og alls konar svona sem ég segi í bakbúkanum sem það með sér sem gerir það verkum að kannski líkamlega það eldra heldur en ártalið segir til þannig að það svona, já, en flestir sem við erum að hitta eru orðnir mjög fullorðnir. Já, og hvernig funkar þetta á Landspítalanum? Það öldrunardeild á hvað Landakoti, eða ekki? Jú, það er svona endurhæfingar. Já, það er fleiri en einu öldrunarlækningadeildir. Við erum með 6 deildar, eða deildir. Já. Ein þeirra í Fossvoginum, á Landspítalanum í Fossvogi, sem þá bráða öldrunarlækningadeild. Og svo eru 3 endurhæfingadeildir á Landakoti. Sem eru öldrunarlækningadeildar. Svo reyndar ein önnur endurhæfingadeild á Landakoti sem svona almenn lyflæknisdeild og ekki og það sem sagt allur aldur í raun og veru þó að flestir séu þetta fullorðnir og svo eru sem sagt 2 aðra deildir þar sem ein líknardeild og svo síðasta deildin sem sem sagt svona sérhæfð deild fyrir fólk sem með heilabilunasjúkdóm. Og fyrir þá, og þar eru einstaklingar sem að glíma við mjög erfið einkenni í tengslum við síðan sjúkdóm. Já. Þannig að það eru nokkrar tegundir af deildum. Já. Og hvað þegar segjum svo að því nú finnst manni svona það sem að maður hefur svona séð til eldra fólksins í sínu nærumhverfi, þá það einhvern veginn, þá það svo oft einhvern veginn sem maður heyrir af því að aðstandendur eru orðnir þreyttir og að vera mikil ummönnun í rauninni heima fyrir og það svona verið að reyna í rauninni að fá kerfi til þess að taka við, að taka móti og koma fólki að vel eitthvað annað inn á einhverjar deildir eða inn á hjúkrunarheimili eða annað. Já. Þú hefur nú sagt, segir í viðtali Læknablaðinu að við okkur vanti ekki fleiri hjúkrunarrými. Já, var ekki drúsa vinsæl að segja það. Nei, einmitt. En það samt þannig, ég segi það. Við erum með flest hjúkrunarheimili, ég hef pælt í þessu svolítið nokkur ár, við erum með flest hjúkrunarrými á Höfðatölu á Norrlandunum og ég vil víðar. Já. En hvað er málið? Af hverju endalaust að byggja? Það bara mjög góð spurning. Þetta kerfið flókið, það verður að segjast eins og og ég hlustaði á nokkra þætti frá ykkur þar sem við vorum að tala við mismunandi aðila þjónustu við aldraða og það er svo mikilvægt að menn átti sig á því að þegar ég að tala öldrunarþjónustu þá ég fyrst og fremst að tala heilbrigðisþjónustu af því að það það sem að hvað maður segja, sá hluta kökunni sem að ég að hugsa ég gerir mér 100% grein fyrir því að það alveg óskaplega margir og í raun og veru mikill meiri hluti af fólki sem að samkvæmt skilgreiningu aldrað komið yfir 67 ára aldur sem að þarf ekkert á mér að halda sem bara gott og það bara þannig sem það á að vera. En það svona cirka einhverstaðar á bilinu 5-10% af hverjum árgangi vantarlega sem að svona notendur heilbrigðisþjónustunnar sem að mundi svona á þessum aldri sem komin þarna yfir 67 ára aldur og það eru þeir sem ég að hugsa þannig að það fólki sem ég að tala bara svo það sé á hreinu að við sem að tala réttan hóp og einhverjir af þeim þurfa að það mikla hjúkrunarþjónustu að þeir þurfa að vera á hjúkrunarheimili. Það einhver hluti af hópnum sem þar. Einhver hluti af hópnum gæti nýtt sér þjónustu á lægra þjónustustigi. Annarkvort heima eða í ýmiss konar öðrum úrræðum. Ég hef líka svolítið verið að tala það að við þurfum að hugsa út fyrir boxið og upphugsa eitthvað annað heldur en heim, spítali, hjúkrunarheimili.
Já, það er einhvern veginn bara svona það er bara þrír hlutir þrjár stoppistöðar. Já, og það er svolítið svona come on, það getur ekki verið að við þurfum að tróða öllum honi í þessi 3 box það passa bara ekki ég held að sumir hefðu gagn af einhvers konar sambýlishugsun það myndi örugglega henta einhverjum sumir hafa mjög mikið gagn af þjónustu íbúðum þær eru bara hvað að segja, við höfum ekki nægilega vel skilgreint hvað er þjónustýbúð, hvað það felur í sér. Því miður hefur okkur einhvern veginn ekki öðlast að skilgreina það nægilega vel og fólk upplifir stundum að það sé að kaupa köttin í sekknum. Svolítið, af því það er ekki alveg nægilega vel skilgreint og það þýðir ekki að þeir sem er að bjóða upp á úrræðu sé að ekki gera sitt besta, ég er ekki að segja það ég bara, það er einhvern veginn ekki nægilega vel skilgreint hvað þetta á að þýða og það þyrfti jafnvel að vera fleiri en ein tegund með mismunandi mikilli þjónustu sumir þurfa hvað maður að segja, bara í gæsafótum að fá aðstoð við þrif og að einhver líti inn til þeirra einu svona dag og að aðganga mat eða sem sagt matsal aðrir þurfa kannski aðeins meira þegar þeir þurfa einhvern sem kemur og minnir þá á að mæti í matsalinn eða svona sem sagt en geta samt alveg verið einir þannig að ég held að við þurfum að reyna þess að búa til fjölbreyttari úrræði og ekki að einhvern veginn svona eins og ég segi tróða öllum hún í sama bóksið endurhæfingar líka gríðarlega mikilvæg við erum ekki með nægilega mikið af endurhæfingarúrræðum og ég myndi í þessari greinsúasta vitni í læknablaðinu þá var ég að segja það og ég stend alveg við það okkur vantar svoleiðis úrræði og við þurfum líka að hugsa það að sumir þurfa langvinna endurhæfingu og þá er ég að tala kannski 4, 6, 8 mánuði og það er eitthvað sem við höfum ekki droslega mikið af í dag það eru einstakastofnanir sem að hafa lagt sig eftir endurhæfingu og það er náttúrulega klassískt að tala Reykjalund og Grensás og svona sem eru svona staðir sem allir þekkja Kristnes fyrir norðan og það hefur líka verið aðeins endurhæfing í Stykkishólmi sem er svona reyndar sérhæfðari endurhæfing en það er allt þetta hefur verið svolítið svona sérhæfð endurhæfing Er ekki líka svolítið varðandi þessu endurhæfingu á þessum stöðum að þú þarft að vera svolítið mikið sjálfbjarga Jú, það er þannig að fullari fólk sem er farið að missa færni það getur í rauninni ekkert farið á þessa staði og það er svolítið það er líka svolítið mismunandi hvernig fólk skilur hugtækið endurhæfing starfsendurhæfing til dæmis eitt sem þá er verið að endurhæfa þau til þess að þú getur farið að vinna aftur sem er bara frábært, ekki miskila mig en það er bara önnur tegund af endurhæfingu heldur en til dæmis 85 ára einstaklingur þarf sem er að jafna sig eftir erfiða lúnabólgu sá einstaklingur þarf bara annað að því þess að ekki að hann þurfi endilega að fara á hjúkrunarheimili sem er svolítið svona okkur vantar hann eitthvað millistig finnst mér og það er alveg rétt að þau eru endurhæfingardeildir á Landakoti og margar þeirra þær hafa náttúrulega verið fyrst og fremst fyrir eldri hópin og það hefur alveg verið þannig að margir þeirra eru mjög lengi og ég held alveg að þessi þörf fyrir slíkt úrræði það má hins vegar ræða það hvort að það úrræði í heima inn á Landspítalanum Já, ég skil hvað áttu þér það er alveg önnur umræða sem að menn hafa einhvern veginn ekki almennilega verið tilbúinir til að taka hvar er þetta á heima og mér finnst til dæmis að annarkvort þurfum við að upphugsa eitthvað millistig og sem að væri það bara algjörlega nýtt eða nýta þekkingu þeirra sem eru fyrir í kerfinu hjúkrunarheimilana Reykjalundur
Það er náttúrulega svona staðir eins og Eir sem hefur lengi verið með endurhæfingu, svona sérhæfðar endurhæfingu. Þannig að það eru margir sem að gætu tekið þetta að sér. Já, svo er alls konar svona dagvistir, er það ekki líka þar sem að fólk til dæmis með heilabilun getur komið og verið við daginn? Dagvistirnar eru, dagvistir, dagþjálfanir, það er svona eftir hvað maður, það vantar líka svoleiðisúrræði, mjög mikið, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Menn hafa reiknað, eða svona maður getur ímyndað sér að það vanti allt upp undir 1000 rými. Já, það er rosalega mikið. Sem er rosa mikið. Og það er og það er ástæðan fyrir því að við segjum að það vanti svona mikið af þessum rýmum, er að það sýnir sig bara og við vitum það að þetta virkar. Það virkar til þess að fólk geti verið lengur í sjálfstæðri búsetu. Fólki líður yfirleitt betur af því að það er svona einhvern veginn, þú hefur svona einhver smá tilgangur, þú ferð eitthvað á hverjum degi og hver vill það ekki? Þetta er svona rútínan, það er gott fyrir okkur öll. Það er svolítið þannig, þetta er svona pínu eins og að mæti vinnuna og þú ert bara einhvern veginn í svona, þú hittir einhvern og þú veist, það er eitthvað í gangi og það er eitthvað, það er bara betra fyrir okkur. Það er náttúrulega bara líka, þannig að fólk, að því nú er einmannaleiki líka hrjá algjörlega fólk út allan heim. Já. Hvað Bretar komni með einmannaleika ráðunetið. Þannig að það er líka kannski stór þáttur í, eins og þú segir líka, ef það er hort á heildstæðar eða heildrænar lækningar. Já, og það er alveg þannig að maður er manns gaman og það eru þetta undantekningar öllu, en lang flestir hafa gríðalegt gagn af því að vera í þessari rútínu, hitta annað fólk, spjalla aðeins og svona einhvern veginn vera innan aðra. Það er gagnlegt fyrir andlegu heilsuna, það er gagnlegt fyrir líkamlega heilsuna og það er bara einhvern veginn, það hjálpar. Það er líka gagnlegt í þeim tilvikum sem að fólk er að glíma við vitræna skerðingu eða heilabilunasjúkdóm, að það svona viðheldur starfseminni. Það er ekkit gott að vera einhvers staðar einn og tala aldrei við neitt. Nei, þá líka bara fólk missir bara svona kognitíva hugsun eða ekki og bara talið jafnvel og þannig að það er virkilega eitthvað sem skiptir máli að við komum upp fleiri svona stöðum. Og því miður þá erum við ekki með nægilega marga. Það er bara svo einfalt. Og þar fyrir utan, ef maður horfir á þetta frá peningalegu sjónarmiði, þá er það miklu ódýrara úrræði heldur en að vera með deildir þar sem fólk er lagt inn. Miklu ódýrara. Það segir sig sjálft. Þannig að það er kannski varandi öldrunarlækningarnar, það er kannski ekki bara, það er ekki, myndur þú segja að það væri fjárskortur inn á Landspítalann fyrir þess að deild, það er bara fjárskortur.is. Já, það er eiginlega bara svolítið svoleiðis. Við getum, þetta kerfi getur alltaf nota meiri pening. Það er alveg þannig. Og þannig okkur vantar alveg pening inn í kerfið. Fyrst og fremst vantar okkur pening inn í kerfið til að geta borgað laun, svo við fáum starfsfólk inn í kerfið. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Ég myndi kannski ekki endilega vera á því að okkur vanti pening til að byggja meira eða svoleiðis. Það er kannski ekki alveg svona, það er alveg svona þokkaleg endurnýjun þar. Þetta, eins og segir, það er alltaf hægt að gera betur. Þetta er bara svolítið svoleiðis. En fyrst og fremst finnst mér vanta peningin í kerfið til þess að fá starfsfólk til starfa. Að okkur vanta starfsfólk, allstar. Og þá er það læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar bara... Félagsráðgjafar, sálfræðingar, sjúkraþjálfarar, yfirþjálfarar, bara allstar. Bara nefndu það, bara allstar sem að vantar. Bara risa vandamál í kerfinu í dag. Já. Og það er einhvern veginn, við verðum líka bara pínlítið að horfast í augu við það að samfélagið er breytt. Ungt fólk í dag, nú líður mér eins og ég sé orðin 100 ára þannig að ungt fólk en það er, þú veist, það bara hugsunin er aðeins öðruvísi. Hún er öðruvísi hjá minni kynslóð heldur en á kynslóðinu sem var á undan mér, sem að fannst í raun og veru ekkert tiltökumál að vinna myrkrun á milli.
og það var líka öðruvísi kröfur á þá einstaklinga heima hjá sér. Það bara breytt og þeir kynslóðina á eftir mér, þeir sem eru á aldrinum 30 til 50, ég bráðum að verða 50, að þessir einstaklingar eru bara ekki að fara að vinna jafn mikið og við gerum. Og það þarf bara fleiri. Já. Það bara einhvern veginn ekki droslega flókið starffræðidæmi, sko. Það bara þannig. En svo erum við að fara að horfa fram á líka, sko, og erum að horfa fram á öldrun þjóðarinnar og allt þetta. Já, ofan í það, sko. Þannig að ofan í það. Já. Það bara svolítið svoleiðis. Þannig að auðvitað þurfum við líka að hugsa í lausnum eins og velferðartækni lausnum og hvað getum við gert til þess að reyna að fækka. Það þurfum ekki sama magna starfsfólki. Já, allt það skiptir auðvitað máli, en það mun samt, við munum aldrei geta komið, það verða alltaf þörf fyrir hendur. Það bara þannig. Í þessum hluta heilbrigðisþjónustunnar, eða bara þessum hluta samfélagsins, þá verður alltaf þörf fyrir hendur. Þú munt aldrei geta komið í veg fyrir það 100%. Ég held að það sé bara þannig. Það verður alltaf þörf fyrir mannlega nærveru. Það verður alltaf þörf fyrir einhverja svona umhyggju og að fólk sé saman. En kannski getum við gert það einhvern veginn aðeins hagkvæmara, kannski getum við komið í þannig fyrir að fólk svona vinni meira saman. Eins og ég segi svona sambilshugsun, að einhverjir einstaklingar sem eru í mitt að glíma við einmannleika, þeir kannski búið saman, bjóðu på það. Ég var að nefna það að því ég er búin að vera að tala við svona nokkra aðilega einmitt þessi mál undanfarið og ég var einmitt að einhvern tímann að nefna það einmitt hvort að fólk þyrfti ekki bara að fara að gera svona öldrunarplan sem að einhvern veginn þekkist held ég ekkert vorulega vel á Íslandi að plana neitt. Þannig að ég held að sé alveg réttur. Ég man því að hópurinn sem að ég var með í myndlistanámi í den við vorum alltaf að plana það að við ætluðum alltaf að vera saman sem sagt búa saman á einhvers konar sambíli. Já. Það hljóma bara sem mjög skynsamlega ráðstöður. Já. Og svo höfum við stundum rætt þetta sum okkar hvort við ættum ekki að fara að byrja að leggja til pening til þess að fara að safna okkur fyrir þannig að við getum bara byggt eitthvað saman og eitthvað svona. En þetta í alveg tala, hugsa maður það þyrfti að vera náttúrulega miklu fleiri kannski einmitt svona einhver form af þú veist, ekki þá elliheimili eða eins og þau voru eða hjúkrunarheimili endilega fyrir en kannski einmitt þau eru búin að þróast þannig hjúkrunarheimili núna náttúrulega eða úr því sem að kannski hét elliheimili áður að þetta eru orðin allt aðra stofnanir, fólk bara þarna kannski mjög veikt í það byrja 3 ára eða eitthvað svolítið. Ég ná ekki einu sinni því núna, ég held að sé bara kringum 2 ár sem meðallifi tíminn á hjúkrunarheimili. En það þeir einstaklingar sem farin á hjúkrunarheimili núna, þeir eru bara almennt séð mjög veikir. Og þetta fólk sem þarf miklu umönnun og það, eins og ég segi, það eru undantekningar á öllu, en lang flestir eru ekki færir að vera í sjálfstæðari búsetu. Það eru einstaka sem að gætu það í annars konar úrræði og við þurfum á því að halda að finna það úrræði fyrir þá einstaklinga að því að það myndi muna og það væri líka mikilvægt að svona einhvern veginn það væri möguleik á því að fólk gæti útskrifast á hjúkrunarheimili. Já, einmitt. Það til dæmis einhvern veginn ekkert inn í myndinni lengur. Það alltaf svona endastöð, sem einhver endastöð. Já. En mér finnst það ekkert endilega eiga að vera þannig. Að því að það gerist sérstaklega í þessu kerfi sem við erum með núna að því eins og ég segi, sumir þurfa bara langa endurhæfingu. Það tekur bara tíma og þá er ég að tala 6-8 mánuði. Og í millitíðinni kerfið hefur ekki alveg þolinmæði fyrir það svolítið og í millitíðinni þá er viðkomandi kannski komin á hjúkrunarheimili og bara orðin miklu betri og miklu færari og gæti mögulega verið heima með
meiri aðstoð heldur en að viðkomandi var með áður, en kannski þarf ekki alveg hjúkrunarheimilið. En núna er fólk stundum að fara í svona það sem kallað hvíldarinnlagnir. Já. En það er oft frekar svona stuttu tími. Já, það eru 6 til 8 vikur á ári sem að fólk fær útlitað í þá. Þannig að það ætti kannski geta mögulega verið aðeins lengur og verið bara útskrifað þegar það þarf, eða þegar það er hægt. Ég myndi allavega svona vilja kerfið væri örlítið sveigjanlegra, ef ekki orða þessum svo, að það væri ekki alveg svona bara stíft einhvern veginn að það væri bara annarkvort eða. Mér finnst það svolítið svona, þar eru við ekki alveg á réttri leið, finnst mér. Ég myndi gjarnan vilja sjá þann möguleika og að það myndi kannski ekki endilega þýða að viðkomandi þurft að fara í gegnum allt ferlið aftur. Þú veist, sem að fólki vex svolítið í augum, skiljanlega, því að kerfið er flókið. Þannig að ég held við þyrftum einhvern veginn að reyna að upphugsa þann möguleika að við værum aðeins sveigjanlegri í þessu. En ef við tölum aðeins aftur það sem kallaði fráflæðivandi, sem er mjög leiðilegt. Já, erfitt orð. En það hefur svo oft verið talað um það sé svo miklu leiti kannski eldra fólkið sem að ætti að vera annar staðar og eitthvað svona. Er það svo? Eða hvernig horfir þetta við þér? Sko, ef að þú ert veikur, þá áttu að koma á spítalann. Já, er það ekki? Það er bara svolítið svoleiðis. Alveg sama hvað þú ert gamall. Mér er alveg sama hvað þú ert gamall. Ef að þú ert veikur og þarft á þjónustu spítalans að halda, þá er það bara þannig. Og það er þannig með þessa einstaklinga. Fólk er ekki að gera ganni sínu að koma á spítalan eða koma á bráðamóttökuna. Það sem er vandamálið er að það eru þessi úrræði sem eru fyrir utan sem er ekki alveg að fungera. Af hverju þau eru ekki að fungera ætla ég svo sem ekki að leggja dóma á, en það er augljóst að það er þar sem að vandinn liggur. Ertu þá að tala um, þú veist, heilsugæsluna eða Ég er bara að tala um eiginlega, þú veist, sko, þetta er keðja. Fyrir mér er þetta keðja og þetta er bara alltaf eins og keðja er, þú veist, hún er aldrei sterkari heldur en veikasti lekkurinn. Það er svolítið þannig. Og þú getur ekki einhvern veginn hort bara á einn hlutannar og sagt, þú veist, við verðum að laga þetta. Þú veist, það verður að horfa á þetta í heild. Ef við einblínum bara á bráðamóttökuna og vanda bráðamóttökunar, þá erum við ekki að fara að leysa neitt. Það mun ekki hjálpa neitt í raun og veru. Það þarf að horfa á þetta sem heildarmynd og það þýðir að það þarf að horfa á Landsspítalann og hvernig hann er að fungera og mögulega er eitthvað þar inni sem við getum gert betur. Ég ætla ekki að segja að við séum svo fullkomin að það sé ekki hægt að laga neitt þar, alls ekki. Það er pottþétt að gera eitthvað þar inni sem við eigum eftir að upphugsa, þó við séum búin að velta mörgum steinum við og reyna átt okkur á því hvernig er best að gera hlutina. Það þarf kannski líka bara að afmarka betur hvert hlutverk Landspítalans á að vera og þess að ég segja, þú veist, kannski á Landspítalan ekki endilega verið að einbeita sér að langtíma endurhæfingu, kannski á svo þjónusta að vera annars þar í kerfinu. Það þarf að hugsa um heimahjúkrun og það er bara, það er kannski pínulegilegt að þurfa að segja það, en það er bleikifíllinn í stofunni. Heimahjúkrun er ekki að fungera. Nei, hún er bara því miður og það því, þú veist, einstaklingarnir sem er að vinna í heimahjúkrun eru allir að vilja gerðir og vilja mjög gjarnan og leggja sér allan fram. Snýst ekki um það. Þetta snýst alls ekki um það. Það eru allir þar inni sem að, þú veist, það er ekki málið. En kerfið sem að þeim er búið er bara ekki að fungera. Og samstarf heilsugæslunnar og heimahjúkrunar hefur í langan tíma verið brotið. Mjög langan tíma. Sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Nú er ég náttúrulega fyrst og fremst að tala um höfuðborgarsvæðinu því að hlutin eru ofta aðeins öðruvísi út á landi. Því það er bara minna samfélag og menn einhvern veginn ná að láta hlutina tala betur saman. Já. En á höfuðborgarsvæðinu er þetta er bara brotið. Það er bara verður að segjast eins og er. Og allt þetta með hvernig menn er að skipuleggja hlutina hér, hvað þetta varðar, er bara mjög flókið og mjög þungt í framkvæmd. Það er mjög erfitt að
ef að ég þarf að útskrifa einstakling á Landspítalanum að þá þarf ég að hringa kannski 3, 4, 5, 4 símtöl að því það þarf að heyra í heimilislækninum, láta viðkomandi vita, það þarf að virkja heimahjúgrun, það þarf að virkja félagsþjónustuna, það þarf að virkja lyfin og þú veist, þetta alveg bara og það er fyrir mér þá finnst mér næstu því ekki hægt að ætlast til þess að einstaklingurinn eða aðstandandi bara náu utanum þetta. Nei, einmitt. Þú veist, ég á erfiðleikum og ég vinn í þessu dagsdaglega og þú veist, ger ekkert annað heldur en að einhvern veginn að lifa og hrærast í þessu. En sko, af því að við erum með þetta kerfi á höfuðborgarsvæðinu að sveitarfélögin eru ekki að tala saman og heima, sko, heilsugæslan nær yfir allt, heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins en samt ekki og í Reykjavík félagsþjónustan og heimahjúkurinn samþætt en ekki fyrir utan Reykjavík. Þetta gerir þetta alveg gríðarlega flókið fyrir fólk að skilja og það bara hvað ég myndi vilja óska þess að menn einhvern veginn tækju sér saman og sko, þú veist, við erum með, það svona samvinnufélag sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju erum við ekki með samvinnufélag þetta? Við erum með samvinnufélag strætó. Þú veist, af hverju eru þessi sveitafélag ekki með samvinnufélag þetta? Samvinnufélag bara öldrunarþjónustu. Já. Þú veist, ég bara skil þetta ekki. Þetta bara, nú þetta hugmynd sem við vörpum hérna út, það eru allir að hugsa þetta, allar heilbrigðisstéttirnar eru bara að kalla eftir þessu í rauninni. Algjörlega, þetta gerir okkur lífið svo erfitt að það er bara með eindæmum og það er eitthvað þarna inn í þessu kerfi sem að bara, ég vildi bara vonast til þess að fólk fara að tala saman, sko. Og vinna saman, ég veit ekki alveg hvernig það er hægt að gera þetta betur og svo erum við náttúrulega með þannig svona pínu óplagðan akur sem eru hjúkrunarheimilin sem svona 3. stóri leikandi nema getur sagt sem svo eða 4. stóri eftir hvernig þú lítur á það og sum þeirra myndalega vilja gera meira einmitt og það er svona einhverjum ásökum eiga menn í erfiðleikum með að semja það. Ég veit ekki okkur það er. Er það ekki kannski líka því þetta er einhvern veginn, þetta er svo dreift á mörgum höndum einhvern veginn og flókið. Gæti verið. Og það er náttúrulega, sko, á höfuðborgarsvæðinu eru náttúrulega mismunandi rekstrarform á hjúkrunarheimilunum. Nákvæmlega. Og það er kannski líka svolítið svona sérstakt, ef maður hugsar það, sko. Það er svolítið spes að það eru náttúrulega þessi stóru staðir eins og Grund og Hrafnista sem eru búin að Eir sem eru búin að vera að gera þetta í áratugi 100 ár á Grund það er svona, þú veist, ég meina það er ekki eins og þetta sé eitthvað fólk sem er að koma inn í þetta bara í gær, þau kunna þetta alveg þau vita alveg hvað þau eru að tala og eru fyrirtæki það er svo sem alveg rétt en það er svona pínu sérstætt að svo eru aðri staðir sem eru sko reknir á ríkinu á höfuðborgarsvæðinu. Einmitt. Það er svona þetta er ég myndi gjarnan vilja sjá þetta aðeins meira samrænt sko. Þarna eru brotalamir. Það er allavega tækifæri til úrbóta. Tækifæri til úrbóta, við getum orðað þannig. Já, eða endurskoðunar eða hvernig menn vilja. Ég held að menn ætti að nýta sér þekkingu hjúkrunarheimilana aðeins meira því að það er fólk sem er búið að vera í þessum bransa í svolítið langan tíma sko. Einmitt. Svona lokum, finnst þér við vera sem samfélag að hugsa vel fólkið okkar eða erum við að bregðast gamla fólkið okkar? Þetta er svolítið erfið spurning. Ég held að við séum öll að reyna okkar besta. Ég verð bara að segja það. Samfélagið okkar er dálítið flókið. Samfélagið okkar er svolítið lítið. Það er allir með marga hatta á höfðinu til að láta samfélagið ganga. Og ég hef alveg samúð með því að þú náir ekki að gera allt
þú veist það, hver og einn einstaklingur ná ekki öllu og ég skil alveg það að bara út af því hvernig hver og einn einstaklingur bara upptekinn eða það er svo mikið í gangi að þú bara einfallega nærið ekki að fara í heimsóknir til ömmu eins og þú myndir vilja. Nei, ég skil það alveg, þú ert að hugsa börnið þín og það alls konar hlutir í gangi. Þannig að mér finnst sko, ég vil ekki koma inn samviskubiti hjá fólki sko, skilur mér finnst það ekki rétt. Ég skil alveg að það að aðstandendur ofta bugast, það eru opbáslega skiljanlegt. En kannski með líka bara stytting vinnuvikuna, allir þessi hluti við þurfum einhvern veginn að gera, við höfum ekki verið eins svona kannski fjölskylduvæn hér eins og við annars þar á Norrlandunum til dæmis. Nei, það er alveg rétt sko, þannig að það eru alls konar hlutir sem við gætum verið að gera öðruvísi. Á hinn bóginn þá gleymist það líka stundum í umræðinni að og verið svolítið filosófísk sko, að það eina sem við getum verið alveg vissum svona er að við munum deyja. Já, einmitt. Og mér finnst það samtal vera komið á svolítið sko svolítið stutt á veg á Íslandi. Já, einmitt. Að menn átta sig ekki alltaf á því að það hluti af lífinu. Einmitt. Það opbóðslega erfitt og það er sorglegt og þú veist, manni líður illa og það er söknuður en það er stundum, það er bara partur af lífinu og maður verður einhvern veginn að reyna að átta sig á því. Já, það er svona samtal sem ég myndi gjarnan vilja að samfélagi væri komið aðeins lengra með. Einmitt. Þannig að en já, það er svona. Heyrðu, já. Þakka kærlega fyrir þetta og fá aðeins innsýn inn í þennan hluta Landspítalans líka og hvað við þurfum að gera betur í þessum málum. Við sláum botnin í Rauðaborði í kvöld núna og við verðum aftur hér annað kvöld klukkan 8. Ég minn ykkur á að þið getið læka síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube því við erum sjálf okkar eigin dreifikerfi og þið getið gengið Alþýðufélagið á síðu samstöðurinnar undir nafnum skráning. Sjáumst.